Sjöundi fundur kirkjuþings settur. Ég ætla bara að byrja á því að tilkynna ykkur að Anna Guðrún Sigurjónsdóttir, formaður framkvæmdanefndar, með veikindaleyfi frá störfum við kirkjuna til áramóta. Birgir Gunnarsson hringdi mig í morgun, hann liggur veikur, þannig að þau verða ekki á þessum fundi í dag. Það líka tilkynning frá framkvæmdanefnd að þar sem Anna Guðrún fer í leyfi að þá Árni Helgason kominn inn í framkvæmdanefndina og Axel Árnason Jarvik þá formaður til áramóta. Þetta tilkynnist hér með og þá göngum við til dagskrár og fyrir tekið 8. mál til fyrri umræðu, það tillaga af starfsreglum með fasteignir þjóðkirkjunnar, flutt af Önnu Guðrúnu Sigurjónsdóttur, Einari Má Sigurðarsyni og Stefáni Magnússyni. Framsögumaður Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Forseti. Stefán, var ekki kannski aðeins truflað? Ég ætla bara að geta þess að við tökum 9. máli líka, þannig 8. og 9. mál, þannig að framsögurnar fara fram báðar núna, 9. verður eftir og síðan umræða gefið laust bæði málin. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum fasteignir þjóðkirkjunnar, sem 8. mál. Aðeins áður en ég fer í sjálft málið, þá ætla ég að gera aðeins grein fyrir aðdraganda þess. En það var þetta var eitt af þeim málum sem lagt var af stað með hjá starfshópi, svokallari starfsreglunefnd, 3 kirkjufulltrúa, sem átti að yfirfara starfsreglur og uppfæra miðað við þau þjóðkirkjulög sem við erum með og breytt skipulag. Þetta var rætt þar dálítið og niðurstaðan var síðan svo að þarna væri orðin það miklar breytingar á málinu að það var svona mat að þetta væri komið út fyrir kannski verksvið og hann ramma sem að nefndin setti sér, og því eru flutningsmenn á þessu máli Anna Guðrún Sigurjónsdóttir, Einar Már Sigurðarson og Stefán Magnússon. Ég les þá málið sjálft. 1. grein, gildissvið. Starfsreglur þessar gilda fasteignir í eigu þjóðkirkjunnar. Þær gilda ekki fasteignir í eigu safnaða og kirkjugarða. Prestssetur, samkvæmt starfsreglum þessum, eru íbúðarhús ásamt hæfilegri lóð í prestaköllum samkvæmt 10. grein starfsreglna þessara. Ákvæði starfsreglna þessara prestssetur gilda biskupssetur. 2. grein, umsýsla og stjórn. Rekstrarstofa þjónustumiðstöðvar þjóðkirkjunnar hefur fyrirsvar vegna fasteigna þjóðkirkjunnar og annast umsýslu þeirra, þar með talið gerð leigusamninga, ákvörðun leigugjalds, þar með talið fyrir prestssetur, innheimtu tekna og fer með stjórn málefna þeirra á grundvelli starfsreglna kirkjuþings og annarra samþykkta þingsins varða fasteignir. 3. grein, framkvæmda áætlun. Á rekstrarstofunni skal árlega unnin framkvæmda áætlun vegna viðhalds og endurbóta fasteignum og henni fylgt eftir. Áætlunin skal fylgja tillögum að fjárhagsáætlun til reglulegs kirkjuþings að hausti og taka til næsta almanaksárs. Jafnframt fylgir drög að framkvæmda áætlun vegna næstu 2 almanaksára á eftir.
4. grein, leiga fasteigna. Framkvæmdanefnd Kirkjuþings samþykkir leigusamninga fasteignir sem gilda lengur en 5 ár. Framleiga er óheimil nema með leyfi framkvæmdanefndar. 5. grein, leigugjald. Leigugjald vegna allra fasteigna þjóðkirkjunnar, þar með talin prestssetra, miðast við almenn leigukjör á þeim stað eða á því landsvæði þar sem fasteign þjóðkirkjunnar er staðsett og leigugjald skal taka mið af breytingum í samræmi við þær breytingar sem verða mánaðarlega á vísitölu neysluverðs. Kostnaður vegna innheimtu leigugjalds greiðist af leigutaka. Það er svo bráðabirgðarákvæði sem að ég fer í hérna á eftir sem tengist þessari grein leigugjald. 7. grein, varðveisla og hagsmuna og réttindagæsla. Þess skal gætt að eignarheimildum og öðrum réttindum þjóðkirkjunnar sé réttilega þinglýst og að önnur opinber skráning fasteigna þjóðkirkjunnar sé rétt þar með talið skráning landamerkja. Gæta skal allra hagsmuna og réttinda þjóðkirkjunnar, svo sem veiðiréttar í vötnum og ám, vatnsréttinda, annarra veiðiréttinda, svo sem gæs, rjúpa veiði í sjóm og dúntekja, réttar til efnistöku úr landi og réttar til arðs af hreindýrum. 7. grein, kaup og sala. Kirkjuþing ákveður hvaða fasteignir skulu selja, hvort kaupa skuli fasteign og hvort ráðast eigi í nýbyggingu fasteignar. Fasteignir sem heimilt er að selja skulu auglýstar af almennum markaði, skal hæsta tilboði tekið eða öllum hafnað. Víkja má frá þessum skilyrðum með samþykki framkvæmdanefndar Kirkjuþings. Ekki skal kaupa mannvirki á jörðum, ræktun, þar með talið skógræktgirðingar eða aðra umbætur og framkvæmdir sem leigutaki hefur lagt fram nema aflað hafi verið fyrirfram skriflegs samþykkis rekstrarstofu þjónustumiðstöðvar þjóðkirkjunnar fyrir framkvæmdum. Hið sama á við aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar eins og við getur átt. Komi til kaups á framkvæmdum fráfarandi leigutaka skulu þær eiga sér stað við skil leigutaka á hinni leigðu fasteign. 8. grein, leiga prests og biskupssetra. Prests og biskupssetur skulu leigð vígðum þjónum sem það kjósa. Í þeim prestaköllum sem greinir í starfsreglum þessum. Kjósi prestur að leigja prestssetrið skal gerður leigusamningur þau afnot. Leigusamningi við prest líkur við starfslok hans í prestakalli þar sem prestssetrið fylgir eða við uppsögn leigusamnings. Sé jörð að ræða skal litið svo á að preststarfi fylgi einungis íbúðarhúsjarðarinnar ásamt hæfilegri lóð. Semja má afnot prestsins af jarðæðinu að hluta að öllu leyti gegn endurgjaldi. Sé auglýst prestar í prestakalli þar sem til boða stendur að leigja prestssetur skulu liggja fyrir drög að leigusamningi fyrir prestssetri. Og 9. grein, prestssetur í prestaköllum. Prestssetur skal bjóða til leigu í þeim prestaköllum sem talin eru upp í 10. grein og einskorðast sú leiga við prest eða presta innan sviga djákna sem þjóna í prestakallinu. Ef annað er ekki tekið fram er eitt prestssetur í hverju prestakalli. Síðan kemur hér 10. grein, þar er þetta listað upp og ég sé svo sem ekki ástæði til að lesa það, menn geta gert það bara. Þetta er listað upp hérna eftir prófastafnum. Í 11. grein, það er gildistaka, starfsreglur þessar eru settar með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna, nr. 77 frá 2021. Öðlast gildi 1. janúar 2023. Ákvæði til bráðabirgða. Ákvæði 1. málsliðar 2. málsgreinar 1. greinar gildir þær prestssetursjarðir sem boðnar verða til leigu í tengslu við auglýsingu prestsstarf eftir að starfsreglur þessar hafa öðlast gildi.
Það er að segja það sem þetta á þá við, það stendur hér í 1. grein prestssetur samkvæmt starfsreglum þessum eru íbúðarhús ásamt hæfilegri lóð í prestaköllum samkvæmt 10. grein starfsregluna. Ákvæði starfsregla þessara gilda prestssetur ákvæði starfsregluna þessara prestssetur gilda biskupssetur. Markaðsleiga, svo hérna áfram í bráðabirgðaákvæðinu, markaðsleiga skal tekin upp frá og með 1. júlí 2023. Þannig það gefur hér hálfsárs frestur á þessu. Prestar sem sitja prestssetur eru nýður við gildistöku starfsregluna þessara og sem eru með skipun í prestsembætti geta setið prestssetrinn til loka skipunartímans ef þeir svo kjósa. Ég held að sé rétt að ég farið að einhver leyti yfir greinargerðina. Það er ekki útilokað að einhver hafi, þegar kemur að greinargerðinu, verið búin að gefast upp á að lesa og ekki lesi lengra. Og því held ég að sé ágætt að svona aðeins að stikla á stóru. Nú, og þess utan þá hvet ég ykkur til að lesa greinargerðina því hún er mjög ítarleg og fer í ýmsa þætti þessa máls. Það segir hérna í inngangi með nýjum lögum þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 sem öðluðust gildi 1. júlí 2021 var tekið upp nýtt stjórnkerfi yfirstjórnar kirkjunnar og kirkjulöggjöf jafnframt einföldu verulega. Þannig er komin ákveðin grunnur til breytinga og hvati. Þjóðkirkjan ber nú nánast alla ábyrgð á starfi sínu, skipulagi og rekstri og starfar ekki lengur í opinbera geiranum. Kirkjuþing er falið æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar, þar með talið fjárstjórnarvald. Á aukakirkjuþingi 2021 í 7. máli þingsins var samþykkt þingsályktun stjórnskipun kirkjustjórnarinnar og nýtt skipurit. Tóku þessar breytingar gildi 1. janúar 2022, í upphafi árs. Samkvæmt ályktuninni er yfirstjórn þjóðkirkjunnar skipt upp í 2 ábyrgðarsvið sem munu starfa náið saman. Og síðan er hér vitnað í ályktunina og við erum búin að heyra þetta áður hér á þinginu þannig ég held ég sé ekki að lesa það þó að kannski full ástæða væri til. Það segir hér meðal annars starfa skal rekstrarstofa þjóðkirkjunnar í umboði kirkjuþings. Framkvæmdastjóri rekstrarstofu þjóðkirkjunnar ráðinn á framkvæmdanefnd í umboði kirkjuþings heyrir undir nefndina og fylgir eftir lögbundnu hlutverki kirkjuþings að því er varðar fjárstjórn, stefnumótun í rekstri og áætlanagerð. Rekstrarstofan sinni jafnframt allri almenni þjónustu við yfirstjórn þjóðkirkjunnar svo sem við starfseiningar á ábyrgðarsviði biskups eftir því sem við á í samræmi við þau verkefni og sérfræði þekkingu sem eru innan vébandaskrifstofunnar. Svo segir hérna aðeins neðar vegna þeirra framangreindu skipulagsbreytingar sem orðið hafa er ljóst að starfsreglurnar þarfnast gagngerðar endurskoðunar og brýnt að aðlaga þær að breyttri yfirstjórn hið fyrsta. Það var sumsé nánast þannig með þessar starfsreglur eða þennan málaflokk sem að þessu lítur að það var ekki nokkuð leið að uppfæra gömlu reglurnar og aðlaga þær að breyttu stjórnkerfi og þjóðkirkjulögum vegna þess að innihaldið sem slíkt það þoldi vart skoðun í ljósi allar þeirra breytingar sem orðið hafi. Já, ég var búinn að gera grein fyrir því að þetta var upphaflega á borði starfsreglunefndar en fór svo í annan farveg. Og svo er svolítið söguskýring í þessu líka sem er ágætt svo sem að rifja upp að umsýsla og stjórna prestssetrum og raunar fleiri málaflokkum var færð frá þáverandi dóms- og kirkjumálaráðuneyti til kirkjunnar með setningu laga prestssetur frá árinu 1993.
sem þau lög tóku gildi 94 og þá var stofn settur sjálfstæður prestssetrasjóður með sérstakri stjórn. Sá sjóður var svo lagður niður með brottfellingu framangreindra laga prestssetur frá og með 1. júní 2007 og þá rann þessi sjóður inn í kirkjumálasjóð og kirkjumálasjóðurinn var síðan lagður niður í þessu breytingaferli mitt ár 2020 og runnu þá fasteignir sjóðsins inn í lög aðiland þjóðkirkjuna. Tillaga þessi að starfsreglum með fasteignir þjóðkirkjunum miða að því að aðlaga regluverki nýjum þjóðkirkjulögum. Þær fela í sér heildar endurskoðun á núgildandi starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir. Og svo eru þarna heimildir og gögn sem notuð voru við vinnslu þessara starfsreglna. Það skýrsla kirkjuþings fasteignamál sem lögð var fram á kirkjuþingi 2021-2022 og það var líka hér skýrsla eða greinagerð ráðgjafahóps biskups Íslands dagsett 15. mars 2015. Þetta var svona meðal þeirra gagna sem að nefndin hafði fyrir sér. Þetta var svona almennt í greinagerðinni en síðan kemur þarna helstu forsendur og ég ætla að fara aðeins í gegnum það líka. Það í fyrsta lagi stytting og einfaldun regluverksins. Við erum eiginlega að leggja hér til nánast rammareglur í þessum málaflokki. Búið að einfalda þetta og stytta miðað við það sem verið hefur í gegnum tíðina. Og er það í samræmi við 3. grein nýrra starfsreglna þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar nr. 56 frá 2021-2022. En þar segir: Biskup Íslands og framkvæmdastjóri rekstrarstofu, svona þarna einhver aukaorð, mótar nánari stefnu, viðmið og verkfæra hvort fyrir sitt svið eftir því sem þurfa þykir. Og það gildir þá þannig að ég gerir ráð fyrir því að grundvelli þessara starfsreglna muni framkvæmdastjóri rekstrarstofu setja svona vinnureglur málaflokkinn. Einnig verði í ríkara mæli gert ráð fyrir að kveðið verði nánar á tiltekna þætti í leigusamningum fasteignir í stað nákvæmra ákvæða í starfsreglunum. Þannig að þetta sé skjalfest í leigusamningum sjálfum. Síðan hér nr. 2 breytt umhverfi og eðli fasteignaumsýslunnar hefur breyst frá því sem hún var áður. Hún var áður á sviði opinberrar stjórnsýslu og giltu meðal annars stjórnsýslulög nr. 37 frá 93 starfsemina og málsmeðferð þar sem við átti. Prestum sem voru skilgreindir sem opinberir starfsmenn var lög skylt að búa á prestssetrum þar sem þau voru lögð til og prestssetrin voru skilgreind sem hluti af embætti viðkomandi presta. Öll framangreind opinber umgjörð nú fallin brott, samanber þó áðurnefnd ákvæði til bráðabirgða í nýjum lögum þjóðkirkjuna. Búsetuskylda presta á prestssetrum féll brott við gildistöku nýrra laga þjóðkirkjuna, það frá og með 1. júlí 2021. Lagaleg nauðsyn á ítarlegu regluverki því ekki svo sama og áður var, heldur verða ákvæði í leigusamningum og verklagsreglum teknar upp þess í stað. Nú það segir hérna líka í þriðja lið, fasteignastefna og starfsreglur fjármál. Frá því að núgildandi starfsreglur prestssetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar voru fyrst settar árið 2009 hafa orðið miklar breytingar á regluverki sem það varðar. Fasteignastefna kirkjuþings tók gildi 2019, eins og fyrr segir. Í þeirri stefnu fjallaði ýmislegt sem einnig mætti finna í núgildandi starfsreglum, sem er einnig að finna í núgildandi starfsreglum.
Rétt þykir að forðast tvítekningar og eru því tillögu þessari felld á brott ákvæði í núgildandi starfsreglum sem er að finna í fasteignastefnunni. Í 4. lið segir nýtt stjórnhverfi kirkjustjórnarinnar. Eins og gerð er grein fyrir hér að framan hefur að grundvelli ofangreindra samþykktar aukakirkjuþings. Það er einhver bergmál í... Þetta er Gísli að því út komin inn. Það er búin að bjöndast, Þetta hefur örugglega verið á Rás 2 hjá Gísla. Já, það var 4. liður nýtt stjórnkerfi kirkjustjórnarinnar. Eins og gerði grein fyrir hér að framan hefur á grundvelli ofangreindar samþykktar aukakirkjuþings 2021 stjórnskipan kirkjustjórnarinnar verður tekið upp nýtt skipurit. Fasteignaumsýslu skal sinnt á rekstrarstofu þjónustumiðstöðvar þjóðkirkjunnar sem stýrt af framkvæmdastjóra undir eftirliti framkvæmdanefndar. Því er lagt til að rekstrarstofa þjóðkirkjunnar taki við flestum þeim verkefnum sem kirkjuráð hafði áður borið ábyrgð á. Gert er ráð fyrir að afla þurfi samþykkis framkvæmdanefndar kirkjuþings fyrir tilteknum ráðstöfunum sem eru þar sem miklir hagsmunir kunna vera til staðar. Aðeins varðandi þetta sko. Það er hægt að fetta fingur út í það að eftirlitsnefndin sem við köllum framkvæmdanefnd sé líka með þurfi að samþykkja tiltekna gjörninga. Sumum kann að þykja það skrítið en það kunna þá vera þá skýringar á að meiri háttar breytingar sem að talað er að framkvæmdanefndin samþykki, hún gerir það þá fyrirfram áður en gjörningurinn á sér stað en ekki í eftirlitsskyldu eftir að gjörningurinn er orðinn. Þá er það miklu auðveldara fyrir framkvæmdanefndina að koma til lögur lagfæringar ef hún telur þurfa heldur en að fara agnúast út í þetta eftir á. Síðan 5. grein hér 5. liður prestssetur. Og flutningsmenn telja að betur fari á því að skilgreina í starfsreglum fasteignir hvaða prestaköllum skuli halda út í prestssetrum. Er þannig lagt til að horfi verði frá því að hafa þá upptelningu í starfsreglum skipulag kirkjunnar héraði. Skipulagsreglunar er í eðli sínu annað mál, það þær fjalla einkum skipan sókna, prestakalla og prófastsdæma. Þannig það orðið tilfærsla þarna. Þá er lagt til hvað varðar prestsseturjarðir að í grunninn verði eingöngu lagt til íbúðarhúsnæði eða íbúðarhús jarðarinnar ásamt hæfilegri lóð. En önnur jarðaafnót verði samið sérstaklega annaðhvort við hlutaðeigandi prest eða aðra. Þannig að það er þá skýrt að annaðhvort verður samið við hlutaðeigandi prest eða þá annan aðila ef presturinn vill ekki taka þetta að sér. Það kann að geta leitt til þess að í einhverjum tilfellum að fleiri sæki prestur þar sem prestssetursjörð til staðar. Umsækjendur vita þá að þeir þurfi ekki sjálfkrafa að gangast undir þá ábyrgð og þær skuldbindingar sem ábúð á jörð eða umsjón með jörð getur fylgt. Þeir geta þá eftir atvikum leita samninga tiltekin jarðarafnót ef forsendur eru til þess. Það er ekki endilega líklegt að það sé stór hópur presta sem að vilja taka á sig þær skyldur að sinna lögbýli og hinga til hafa viðkomandi aðilar þá bara þurft að sækja einhvers staðar annar staðar ef þeir ekki vildu taka á sig þessa ábyrgð. En nú geta menn sótt og sagt sig frá þessari umsjón ef þeir svo kjósa. Þannig að þetta er ekki
Þetta er ekki sett upp neinum til höfuðs. Sjötti liður leigugjald. Í 7. grein fasteignastefnu kirkjuþings frá 2018 sem kirkjuþings náttúrulega eðli málsins samkvæmt samþykkti og með síðari breytingu segir: leitað skal við að hámarka arðsemi fasteigna og fylgja fjárfestingarstefnu kirkjunnar í því sambandi. Þetta er eitt af því sem segir okkur að núgildandi fyrirkomulag gengur ekki lengur vegna þess að við samþykktum hér á kirkjuþingi að gera hlutina með öðrum formerkjum. Með hliðsjón af því og höfðu samráði við rekstrarstofu þjóðkirkjunnar er lagt til þau nýmæli að tekið verði upp leigugjald fyrir alla fasteignir þjóðkirkjunnar. Við tekið upp að leigugjald fyrir alla fasteignir þjóðkirkjunnar þar með talið pressetur skuli miða við almenn leigukjör. Það er svona útgangspunkturinn í þessu. Og það leiðir náttúrulega af sér að brottfalli ákvæði lágmarks- og hámarkslegu prestssetra og allir ég hoppi ekki þarna yfir eitthvað og svo kemur hérna lagt til að rekstrarstofa ákvarði leigugjald fyrir húsnæði prestra og biskupa enda er tilurð leigusamningsmilli prests og biskupa annars vegar og þjóðkirkjunnar hins vegar ósambærilegt við það sem gerist á almennu markaði. Húsnæði fylgir starfi viðkomandi og rekstrarstofan hefur því ekkert það að segja hver leigutækin er. Gengið út frá því að leigugjaldið sé miðað við almenn leigukjör á þeim stað eða því svæði þar sem húsnæði er staðsett. Með þessu fyrirkomulagi á ákvörðun leigugjalds er unnt að tryggja jafnræði milli leigutaka prestssetra og biskupsbústaða. Telja verður eðlilegt að rekstrarstofa líti til sérstakra aðstæðna, til dæmis ef húsnæði tiltekið íbúðarhús er mjög stórt en hýsir ef til vill bara 1 eða 2 íbúa, væri þá hægt að líta til þess við ákvörðun leigugjalds. Það er ekkert óalgengt að prestbústaðir séu mjög stórir, 300-400 fermetra og kannski 1-2 sem þar búa. Og hinu sama gegnir ef mikill skortur á húsnæði er á húsnæði á tilteknum stað og leigugjald þar því miklu hærra en ella væri, yrði þá að telja ósanngjarnt að innheimta leigu í samræmi við slíkar aðstæður á húsnæðismarkaði. Aðrir þættir sem koma munu til álita við ákvörðun leiguverðs einstakra eigna eru meðal annars vankantar á ástandi hús, staðsetning á kvöldu svæði með háum kyndingakostnaði, að húsnæði sé notað að hluta sem skrifstofa hlutþegandi press og svo framvegis. Talið er rétt að gæta jafnræðis með því að innleiða markaðsleigu á alla presta og biskupa frá sama tíma. Skal í því sambandi mynd á að í fasteignastefnunni segir í annarri málsgrein í öðru málsliði fyrstu málsgreinar 7. greinar að gæta skuli jafnræðis eins og hægt er gagnvart þeim sem leigja fasteignir þjóðkirkjunnar. Lagt er til að markaðsleiga verði tekin upp frá með 1. júlí á næsta ári og þá gefst tími til að undirbúa breytingu á leigugjald og innleiða það. Þá er gert ráð fyrir að leigugjald skuli fylgja þeim breytingu sem kunna verða vísitölu neysluverðs milli mánaða. Í núverandi kerfi er leigugjald vegna prestssetra ákveðið og fastbundið í 1 ár í senn á svokölluðu gjaldaári sem er tímabili frá mars til febrúar. Með hliðsjón af því er eðlilegt að færa innheimtu leigugjalds vegna prestssetra og biskupsbústaða til banka í stað þess að draga það mánaðarlega af launum viðkomandi. Fasteignasvið rekstrarstofunnar annast þá alla upplýsingamiðlun til bankans, það er að stofna nýjar kröfur, fella niður og breyta og svo framvegis. Svo voru þau orð. Það eru hérna einstök ákvæði. Ég held að ég þurfi ekki að fara í það vegna þess að ég er búinn að fara nokkuð ítarlega í þetta almenna en hvet menn hins vegar til þess að lesa þetta. Það eru komnar nokkrar
athugasemdir við þetta mál. Það er inn á vefnum og það er kannski ekki við hæfa að ég fari mikið yfir það akkurat núna þegar ég legg fram málið. Já, ég læt þá máli mínu lokið í bili en ég kannski gæti farið inn yfir einhver atrið hér á eftir ef að tækifæri býst til. Við ætlum að taka fyrir 9. mál líka og taka bæði málin saman í umræðu eftir og það er strax að koma mælendaskrá en þá verður tekið fyrir 9. mál sem er tillaga til þingsályektunar fasteignastefnu þjóðkirkjunnar og það er flutt af forsætisnefnd og framsögumaður Guðmundur Þór Guðmundsson lögfræðingur kirkjuþings ef að enginn hreyfir því mótmælum að hann hafi framsögu. Þannig ég lít svo á að þingið samþykki það og tekur þá Guðmundur Þór Guðmundsson til máls. Ertu farin að taka mælendaskrá? Já, ég er búin að skrá Sigurður Grétarsson. Nei, hún er fólk. Forseti, ég flyt hér fyrir hönd forsætisnefndar tillögu til þingsályktunar fasteignastefnu þjóðkirkjunnar sem að henni þá ætla að koma í stað þeirrar sem nú er í gildi og öðrulega skildi 1. janúar 2019 eins og áður hefur komið fram. Nú þessi mál eru auðvitað náskyld og það er því eðlilegt tel ég vera að taka þau saman og ræða þau í sömu umræðunni. Og tillagan er svona hljóðandi: Kirkjuþing 22-23 samþykkir eftirfarandi fasteignastefnu þjóðkirkjunnar. Almenn atriði, 1. grein. Nú stefna þessi tekur til fasteigna í eigu þjóðkirkjunnar og þá með stóru þ. Við erum að tala lögaðilann þjóðkirkjuna með sinni kennitölu. Þessi texti er tiltölulega lítið breyttur frá núgildandi stefnu, að öðru leyti í 1. greininni. Síðan kemur texti sem ætti að hljóma kunnulega í 2. málsgrein 1. greinar viðmiðin, þetta 500 manna viðmið sem að rætt var og sett inn í starfsreglur nýlega. Þannig að þetta er sama efnis, nákvæmlega. 2. grein, þjóðkirkjan varðveitir auk þess tilteknar fasteignir þyki sérstök söguleg menningarleg eða önnur veigamikil rök hníga til þess. Og kirkjuþing ákveður hvaða fasteignir aðrar en kirkjur skuli varðveita hverju sinni á þeim grundvelli. Það er rétt að minna okkur á það að í fyrra var til umræðu skýrsla frá nefnd 3 kirkjuþingsfulltrúa fasteignir þjóðkirkjunnar og þar er einmitt gerð nákvæm grein fyrir því og lagt til hvaða eignir skuli varðveita áfram í eigu kirkjunnar þó að þær þjóni ekkit endilega sem pressetur. Nú síðan í 3. grein segir að það eins og er nú að við varðveislu fasteigna sinna virðir þjóðkirkjan eftir því sem við á umhverfi, fornminjar, sögu, náttúrufar, friðu, náttúru og mannvirkja og önnur þau sérkenni sem telja má að hafi varðveislu gildi. Og síðan segir áætlun umhirðu jarða skal vera í gildi á hverri tíð, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna skulu höfð til hliðsjónar eftir því sem við á og aðstæður leyfa. Ég vek athygli á því að það liggja hérna frammi sem sagt og þeir geti tekið, þeir hafa áhuga því þessi heimsmarkmið, þau eru sem sagt prentuð og hægt að hengja þau upp ef menn vilja það. Þau liggja hérna frammi á borði. Nú síðan segir í 4. grein, leitast skal við að gefa almenningi kost á að njóta aðgangs að jörðum til fræðslu og útivistar í samráði við umráðanda hverju sinni. Tekið verði mið af umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar varðandi umhirðu jarðanna, svo sem skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis. Virða skal rétt umráðanda til afnóta og friðhelgi. Mig langar aðeins að tala, að nefna eitt atriði í sambandi við 3. grein og 4. grein þessara tillögu og það er það að fyrir nokkur mörgum árum síðan var ráðist í það að láta deiliskipuleggja tilteknar jarðir kirkjunnar, pressetursjarðir oftast nær. Og það var gert bara til þess að hafa þá eitthvað framtíðarplan til að vinna eftir varðandi uppbyggingu jarðarinnar og aðgengis að henni og dæmi jarðir sem að fóru í slíka meðferðir til dæmis Valþjóðsstaður fyrir austan, Möðruvellir í Hörgárdal og svo mætti lengi telja, Strandakirkjujarðirnar eða Strönd sérstaklega og það sem er gaman og ánægjulegt að segja frá
í þessu sambandi að þegar sérfræðingar ráðast í þetta verkefni að deiliskipuleggja og vinna tillögur, þá koma oft upp ótrúlega fróðlegar og áhugaverðar upplýsingar sem að fáum var ljóst jarðirnar. Ég held að ég fari rétt með því ég tek dæmi af Strönd, að það kemur í ljós í þeirri vinnu að jörðinni geta fyllt gríðarlega miklar vatnslindir af mjög hreinu og góðu vatni sem sumir kalla nú olíu framtíðarinnar, og þetta bara lítið dæmi það sem að kemur oft í ljós. Þetta mjög nefnilega merkilega í rauninni vinna, og þjóðkirkjan situr sannarlega á miklu menningarverðmætum ef út í það farið, og þessar greinar þær eiga svolítið að fanga þetta hlutverk. Þetta ekki bara peningalegt, þetta líka önnur gæði og óefnisleg. Og ef ég tek dæmi þetta ákvæði 4. greinin að gefa almenningi kost á að njóta aðgangs að jörðum til fræðslu og útivistar, þá þarf ekki að fara lengra en upp í Mosfellsbæ. Jörðin Mosfell þar, og það mjög fjölfarin gönguleið upp á Mosfellið á landi jarðarinnar sem dæmi. Og þetta væri hægt að taka dæmi þessu víðar landið. En að sjálfsögðu þarf alltaf að gæta að hagsmunum þess sem situr í jörðina, svo kallaðs umráðanda. Nú fjárhagslegi þætti, það var svo sem búið að fara yfir þá í máli flutningsmanns 8. máls, og ég þarf ekki að endurtaka það. Gæta skal hagkvæmni við rekstur og umsýslu fasteignar í hvívetna. Síðan hér ákvæði, það ákveðið að leggja til að það haldist inni að bjóða skuli verkefni út ef hagkvæmt þykir, og það með öðrum orðum, það ekki lögskylt lengur að bjóða út verklegar framkvæmdir eða annað á jörðunum. Það þetta dýrt í sjálfu sér að bjóða út. Útboðsgögn oft dýr í vinnslu og þetta tekur tíma og það geta verið eftirmálar og kærur. En þegar verkefni fer einhverja 20 milljóna, þá getur þetta verið mjög skynsamlegt og hagkvæmt að leita eftir tilboðum. Þannig að þetta látið standa inni. Öll fjármálaumsýsla vegna fasteigna skal vera gagnsæ og sýnileg. Síðan fjallað viðhald og endurbætur, og það þetta sú stefna sett að fasteignir skulu almennt vera í góðu ásigkomulagi og líta vel og snyrtilega út. Virða skal upphaflega útlitshönnun mannvirkja eftir því sem kostur er. Nú þetta vitum við að það má vel finna staði þar sem að betur mætti fara margt hvað varðar ásýndina, en ég man þó það að þegar við tókum við 1. janúar 1994 þessu eignasafni, þá var ástandið miklu verra. Þannig að þjóðkirkjan hefur, held ég að ég bara fullyrði, staðið sig mjög vel eftir öllum aðstæðum og takmörkuðum fjármunum í því að gera þessa sögulegu arfleifð þjóðarinnar sem að þessar eignir margar hverjir eru, þannig úr garði að sómi að. Og gleymum því ekki að þjóðkirkjan mjög stór aðili í ferðaþjónustu landsins. Það gríðarlega mikil ásókn á til dæmis safnastaði kirkjunnar. Og bara lítið dæmi, Borgarmýrum, hvað skyldi margir stoppa þar á hverju ári sem eiga leið til að skoða gömlu kirkjuna og jafnvel landið. Réttindagæsla. Varðveita skal tryggilega réttindi og hlunnindi sem tengjast fasteignunum, þinglýsa skal eignarréttindum með fasteignum. Landamerki jarða og landa skulu vera skýrlega mörkuð og lögum samkvæmt. Og ég segi aftur eins og með ástandið almennt að þarna hefur verið unnið mikið verk á umliðnum árum og jafnvel áratugum, en betur má duga skal, það eru ennþá óljós atriði. Ég tala nú ekki landamerki í sumstaðar, þau eru umþrætt og óljós á köflum, en þessu hefur miðað öllu saman í rétt átt, vil ég fullyrða. Og það náttúrulega oft dálítið erfitt fyrir kirkjuna að beita sér af mikilli hörku gagnvart kannski næsta nágranna sem þá sóknarbarn oftast. Þannig að það þarf oft að fara dálítið varlega í þessari hagsmunagæslu. Og þetta verkefni sem þessu hefur verið sinnt núna á rekstrarstofunni, og einnig það að sjá til þessa skráning og mat á fasteignum í fasteignaskrá sé allt rétt. Og ég held að ég geti fullyrt að þarna sé vel á málum haldið eins og hægt að ætlast til miðað við þær auðlindir og mannafla sem að til ráðstöfunar til þessara verka. Fasteignar skulu vátryggðar fyrir bruna, en aðrar tryggingar skulu eigi vera nema sérstök þörf sé talin á. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta í dag, en það var þannig að það var helst teknar foktryggingar á stöðum sem þekktir voru fyrir mikil ofviðri. Og þannig að það var helst það sem að menn voru að hugsa En það kann vel að vera að það sé einhverja tilteknar svona sértryggingar í gildi.
Síðan kemur 12. greinin og ég held að hún sé mjög svipuð þeirri sem í gildi í dag, að jafnað óheimilt að afmarka, stofna, leigja eða selja spildu eða lóð á jörð nema á jaðri eða merkjum jarðarinnar. Skal þess ennfremur gætt að staðsetning raski ekki friðhelgi heimilis, það prestsbústaðar eða annars íbúðarhús á viðkomandi jörð. Þarna þetta verið að reyna að tryggja það að það sé ekki seilst of langt kannski inn á svona helgunarsvæði íbúðarhús og oftast þá torfunar eins og þetta stundu kallað íbúðarhús og jafnvel útihús og það sé gætt að þessu. 13. grein, fasteignir sem seldar eru að leiða ótímabundið eða til lengri tíma en 5 ára skulu auglýsta til sölu eða leigu og öllum gefin kostur á að bjóða í þær og þess skal ávallt gætt að tryggja viðhlítandi landsréttindi kirkna og kirkjugarða við á áður en sala eða leiga á sér stað og þetta höfum við gert til dæmis bara þegar jörðin Kálafellsstaður var seld á sínu tíma. Þá var vandlega farið yfir það að tryggja kirkjunni örugt eignarhald á lóð kirkjunar, umferðarrétt að kirkjunni, landi kirkjugarðsins, hugsanlega landi fyrir safnaðarheimili eða stækkun og bílastæði og svo framvegis. Það þarf alltaf að fara mjög varlega þegar við erum að selja svona staði. Og það reyndar svo að í tillögunum að starfsreglum það gert ráð fyrir því að það megi víkja frá auglýsingaskyldu og það hugsað telji vera einkum í þeim tilvikum að ábúandi á jörð eins og til dæmis að var á Hraungerði sem á meira minn öll mannvirki og umbætur og framkvæmdir á jörðinni að það getur verið miklu hagfelldara fyrir þjóðkirkjuna að selja ábúandanum landið, jörðina beint, frekar en að fara að reyna að selja jarðnæðið eitt og sér á almennu markaði með skuldbindingu ábúandans. Það myndu fáir fjárfestar, til dæmis held ég vilja fjárfesta í slíkri fasteign. En þetta auðvitað undantekning, þetta auðvitað hin almenna regla að það skuli auglýsa. Síðan það tekið inn með nýbyggingar að það skuli kanna hvort efna skuli til samkeppni hönnun, einkum ef mannvirki á prestitusjörðum að ræða. Og þetta kemur kannski upphaflega til. Það var, ef ég man rétt, hvort að arkitektafélagið kom til fundar við yfirstjórn kirkjunnar þetta mál og nefndi það að þetta gæti verið æskilegt að gera ráð fyrir því að það megi efna til samkeppni útlitshönnun húsa. Ég man ekki betur en að þetta hafi verið gert í Stafholti. Staðfest, takk. Til dæmis að það hafi skilað því að við höfum fengið ákaflega fallegt hús og notadrjúgt á margan hátt sem að hæfir staðnu vel. Síðan kemur 15. greinin með landbúnaðarstarfsemi á jörðum. Þjóðkirkjan fjárfestir ekki í uppbyggingu landbúnaðarstarfsemi á jörðum nema því aðeins að brýna nauðsyn beri til og svo framvegis. Og síðan kemur fjárfestingar þjóðkirkjunar skal byggja á verkáætlun umhirðu jarða hennar og fjárfestingarstefnu kirkjunar. Og þetta varðandi þessa fjárfestingu þá má segja að á árum áður sérstaklega þegar að prestar stundu markvisst búskap, sauðfjárbúskap eða eitthvað annað, þá náttúrulega gat það leitt af sér miklar fjárfestingar sem úttektarmenn voru síðan fengnir til að meta til verðs og kirkjan hafði kaupskyldu á þessu og þetta fannst okkur þetta oftast halla á kirkjuna en ég hugsa ábúendurna hafi þótt að vera í hinn áttina eins og eðlilegt má teljast. Til dæmis að við erum að kaupa kannski fjárhús fyrir 20 milljóna við ábúðarlokn á prestitusjörð. Sá sem tekur við, hann kannski hefur ekki áhuga á sauðfjárbúskap og þá situr kirkjanurinn uppi með tiltölulega arðlitla fjárfestingu. En þetta auðvitað alltaf áhorfsmál hverju sinni og þessu ekkert ætlað að stuðla að því að það sé verið að ýta út búskap, heldur bara það verið að tryggja það að það sé þá farið allavega eftir lögum og reglum og menn til dæmis fái fyrirfram samþykki fyrir fjárfestingum og þannig þetta í dag. Þannig að þetta held ég ekkert áhyggjuefni. Það lagt til að stefna þessi auglýst gildi 1. janúar næstkomandi á sama tíma og starfsreglurnar sem voru fluttar hérna áðan. Og ég held að ég þurfi ekkert að lesa greinargerðina neitt upp. Ég vona og tel að hún kannski skýri sig nú sjálf. Það náttúrulega með sama hætti eins og í 8. máli verið að reyna svolítið að stytta textan. Það verið að reyna að forðast tvítekningar þó ekki verði alveg hjá því komist að þær séu til staðar. Og það reyndar tók ég vil aðeins vekja athygli á því að framsögumaður í 8. máli hann gerði nú ekki tillögu
aðra umræðu eða í hvaða nefnd þetta ætti að fara. Ég allavega geri tillögu að þetta gangi til annarar umræðu. Ég held að það sé rétt að framsögumar 8. máls geri tillögu það í hvaða nefnd málinu verði vísað ef hinn tillagan samþykkt aðra umræðu. Og ég teldi þá eðlilegt að þetta mál myndi einfaldlega fylgja þeirri tilvísun í nefnd sem að kirkjuþingið samþykkir. Þá hefur framsögumaður lokið máli sínu og til máls tekur Elíborg Sturludóttir og eftir henni talar Sigurður Grétar Sigurðsson. Forseti, Þjóðkirkjan varðveitir á og leigir fasteignir sem styðja þjónustu hennar og markmið í samræmi við samþykkta fjárfestingarstefnu kirkjuþings hverju sinni. Þannig hefst 1. grein í 1. kafla starfsreglna pressetur og aðrar fasteignir Þjóðkirkjunnar, samanber nýjustu gerð þeirra nr. 402 frá 2021. Ég vek athygli á því að í þessari málsgrein eru fasteignir í varðveislu eign eða leigu Þjóðkirkjunnar nánar skilgreindar með tilliti til hlutverks þeirra og markmiðs sem skilgreind þannig sem styðja þjónustu hennar og markmið. Það að segja þjónustu og markmið Þjóðkirkjunnar. Nú það vitanlega svo að fasteignir eru ólíks eðlis og þær geta stutt við þjónustu og markmið kirkjunnar á mismunandi vegu. Jarðir verða til dæmis verðmætari og eftirsóttari eignir og munu í fyrirsjáanlegri framtíð gegna veigameira hlutverki í matvælaframleiðslu en ekki síður í kolefnisbindingu og jarðir í eigu kirkjunnar sem henta ekki til landbúnaðar gætu af þeim sökum engu að síður orðið kirkjunni tekjulind í framtíðinni. Sagan kann því að dæma ákvarðanir kirkjuþings sölu kirkjueigna, ekki síst kirkjujarða í dag sem feigðarflan líkast því að selja mjólkurkúna sína því að einhverjar tekjulindir mun þjóðkirkja framtíðarinnar þurfa að hafa því við vitum auðvitað ekki hvernig kirkjujarðasamkomulaginu verður háttað í framtíðinni. Þannig má sjá fyrir sér að jarðnæði í eigu þjóðkirkjunnar geti orðið grundvöllur fyrir rekstri hennar í framtíðinni ef vel á spöðum haldið og má líta til sænsku kirkjunnar sem góðrar fyrirmyndar í því sambandi. Kirkjujarðirnar voru enda grundvöllur fyrir rekstri kirkjustaðana og prestsembættanna aldir og þar með grundvöllurinn fyrir boðun og varðveislu kristni í landinu. Og raunar það svo að prestssetrin í þorpunum allt í kringum landið byggja á þessum gömlu eignum sem voru eignistaðana í þeim prestakullum sem þau nú tilheyra. Þannig byggir prestssetri í Stykkishólmi á eignum sem tilheyrðu prestssetrinu á Helgafelli, á Narfeyri og svo framvegis. Það voru gæði jarðanna sem voru tekjulind hvers bús, hvort sem það varst kirkjustaður eða ekki og hvort sem bóndinn var prestur eða ekki. Bústaður ábúenda var hins vegar ekki tekjulind, hvort sem hann var prestbústaður eða venjulegur bær. Þar skildi hins vegar á milli, sér í lagi eftir siðbreytingu, að prestssetri var ekki einkaheimili prestsins heldur embættisbústaður þangað sem fólk leitaði úrlausna í þeim málum sem undir embætti prestsins heyrðu og að breyttu breytanda má segja það sama sýslumanns- og læknisbústaði. Prestssetri var með öðrum orðum opinber stofnun og í sveitum og þorpum landsins hefur það haldið þeirri stöðu allt fram á okkar tíma að því leyti sem varðar sérlegt samband sóknarbarnanna við prestinn sinn og kirkjuna. Þannig eru prestssetrin á landsbyggðinni enn þann dag í dag ekki aðeins heimili prestsins og fjölskyldu hans heldur einnig vinnustaða prestsins þar sem hann hefur skrifstofu og tekur á móti sóknarbörnunum og jafnvel þar með fermingarfræðslu og svo framvegis. Og þá getum við spurt okkur, líku saman að jafna jarðnæði og prestssetri? Nei, því fer fjarri. Á meðan jarðnæði getur orðið kirkjunni mikilvæg fjárhagsleg stoð í bráð og lengd,
ef hún hefur vit á því að selja það ekki frá sér. Er prestssetrið það skjól sem nauðsynlegt er fyrir prestinn og fjölskyldu hans til þess að presturinn geti sinnt því heilaga hlutverki sem hann er vígður til, að boða kristna trú í söfnuðinum og verja og varðveita kristindóminn í sínu prestakalli. Þannig er það hlutverk prestssetursins þar af leiðandi að vera vígi fyrir hið heilaga prests- og prédikunarembætti og það hlutverk sem presturinn er falið og öllum þjónum kirkjunnar hefur verið falið frá frumdögum hins kristna safnaðar. Og það er hlutverk sem verður ekki rækt svo vel sé með farþjónustu eða þjónustu í hlaupa og farandpresta. Og í þessu tilliti má horfa til þeirrar vægast sagt neikvæðu reynslu sem byggðir landsins hafa haft af brotthvarfi heimilislækna úr héruðum. Og því miður er kirkjan þegar byrjuð að feta þá sömu braut af ótrúlegri skammsýni með sölu prestssetranna vítt og breitt landið og áhrifanna er nú þegar farið að gæta. Nú fyrir skemmstu var embætti prests á Höfn í Hornafirði auglýst til umsóknar og er það ekki rétt hjá mér að engin umsókn hafi borist? Já. Og þetta embætti á Höfn byggir á embættinu, eða þetta starf á Höfn byggir á embættinu sem var á Kálfellsstað í Suðursveit og þar var vitaskuld prestssetur. En prestssetrið sem fylgdi því embætti var ekki flutt með á Höfn og er ég ekki í vafa að ástæðan fyrir því að enginn sótt embættið, einn núna, er öðrum þræði það að ekkert húsnæði fylgdi starfinu. Aðeins einn aðili ber ábyrgð á þessari stöðu og stöðu sem mun koma upp víðar á landinu ef að líkum lætur og það er kirkjuþing sem með þessari nýju stefnu sinni ætlar að fækka prestssetrum og ég óttast það að með því verði hoggið að rótum kirkjunnar á landsbyggðinni. Þessi stefna er gjarnan rökstudd með því að tímarnir séu breyttir en einmitt í hinu samfélagslega umróti nútímans þyrfti þjóðkirkjan sem aldrei fyrr að standa í lappirnar og varðveita grunninn í kirkjulegri þjónustu út landið þar sem staða hennar hefur verið sterkust hingað til. Ég er þeirrar skoðunar að í þessum málum sem hér eru lögð fram sé vegið að því vígi sem er í raun og veru akkeri í þjónustu kirkjunnar allt land og það eru prestssetrin. Og við getum líklegast flest verið sammála það að það sé hlutverk prestssetranna að styðja þjónustu kirkjunnar og markmið hennar, líkt og segir í framangreindum starfsreglum, að markmið og hlutverk kirkjunnar sé boðun og ástundun fagnaðar erindisins Jesú Krist. Þetta eru forsendurnar sem eru líklega til þess að gera kirkjunni kleift að sinna þjónustu sinni og ná markmiðum sínum. Í fasteignastefnu þjóðkirkjunnar sem hér er lögð fram segir með leyfi fundarstjóra, forseta, stefna þessi tekur til fasteigna í eigu þjóðkirkjunnar til að styðja þjónustu þjóðkirkjunnar, hlutverk hennar og markmið og skulu lagðar til fasteignir það sem nauðsyn krefur og eftir því sem fjárhagur leyfir og stefna þessi mælir nánar fyrir Og prestssetur skulu lögð til í samræmi við 1. málsgrein. Prestssetur er að jafnaði lagt til í prestakalli þessi búa færri en 500 manns í þéttbýliskjarna, tilvitnun lýkur. Nú er það staðreynd að prestssetrin voru aldir sjálfseignarstofnanir, langt aftur í aldir. Og með þjóðkirkjulögunum, þegar þau voru sett, var Alþingi Íslendinga að afhenda fjárhald eignanna, en ekki eignirnar sjálfar, vegna þess að hið opinbera hafiði aðeins haft umsjón með fjárhaldi eignanna. Og þegar þjóðkirkjulögin voru sett, lagði ríkið til árlegt
gjald með prestssetrunum vegna þess hve illa hið opinbera hafði haldið við þessum eignum staðanna. Og meðgjöfinni var ætlað að renna til viðhalds prestssetrana sem núna rennur til reksturs þjóðkirkjunnar. Og það má velta því fyrir sér, ég bara ekki nógu vel að mér í lögum, en það má velta því fyrir sér hvort þjóðkirkjan hafi í raun og veru haft leyfi til að selja eignir sem að í grunninn til heyrði til stöðunum. Í mínum huga liggur það algjörlega í augum upp að það að leggja niður prestssetrin veikir stöðu kirkjunnar á hverjum stað. Og ég ætla að því að nú ég farið að áminna mig, má ég tala aftur? Já. Ok, þá ætla ég bara að klára þetta. Í mínum huga liggur það algjörlega í augum uppi að það að leggja niður prestssetrin veikir stöðu kirkjunnar og dregur úr líkum á því að fólk sækist eftir því að fara út á land. Og það viðbúið að fólk sinni starfskyldum sínum með öðrum hætti en verið hefur. Ég ætla að benda þinginu á umsagnina sem komu bæði frá bæjarstjóra Snæfellsbæjar og sóknarnefnd Setbergssóknar sem að renna stoðum undir það sem ég hef verið að segja og ég lýsi mig algjörlega andvíg þessu máli vegna þess að mér þykir það svo óskynsamlegt að selja þessar eignir. Og í raun og veru þeirra skoðunar að kirkjuþingi ætti að endurskoða þá stefnu sem það að fella niður prestssetrinn í þorpunum vítt og breitt landið og ég ætla að óska nú þegar eftir að fá að taka aftur til máls þessi mál. Þá máttu tala 5 mínútur í síðara skipti. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum talar Berglind Hönnudóttir. Ég ætla kannski aðeins að athuga með varðandi myndavélina hvort að þessi umferð trufli myndina á ræðumanni. Bið ykkur kannski að labba bara út hægra megin út úr salnum meira. Takk. En þá tekur Sigurður Grétar til máls, gjör svo vel. Einn, tveir. Er þetta fyrir streymið, hvorutveggja? Já. Forseti. Já. Forseti. Eitt af því versta sem að við gerum sem kirkjuþing hér er að skapa óvissu og óöryggi með heimili fólksins okkar í hinni vígðu þjónustu. Út allt land. Og við skulum reyna að forðast það. Hlutverk okkar er miklu fremur að gera það sem okkur unnt til að prestsþjónustan sé eftirsóknarverð allstaðar á landinu og sem flestir hafi áhuga á að sækja laus embætti. Í 3. grein laga þjóðkirkjunnar frá 1. júlí 2021 segir þjóðkirkjunni ber að halda úti vígðri þjónustu á landinu öllu og tryggja að allir landsmenn geti átt kost á henni. Forsendubrestur og stórvægilegar breytingar á aðstæðum og starfskjörum vígðra þjóna í sjálfu sér óásættanlegt. Við eigum að forðast í lengstu lög að rugga þeim bát. Hvernig sem málið endar, tel ég ekki forsvaranlegt undir nokkrum kringumstæðum að breyta eftir á þeim forsendum sem prestar gengu inn í við upphaf þjónustu sinnar. Til að ræða 8. máli sem ég ætla fyrst og fremst að fjalla hérna núna, þarf að greina það í 4 undirkafla. A. Eru prestssetursjarðirnar. B. Prestssetur án jarða eins og í þéttbýli. C. Biskupssetri í Bergstaðastræti. Og D. Aðra fasteignir í útleigu sem ekki tengjast beint þjónustunni. Það er ræða fyrst aðeins A. Prestssetursjarðirnar. Kirkjan hefur unnið að og þarf vitanlega að taka ákvörðun það hvort tilteknar prestssetursjarðir skulu vera prestssetur eða ekki. Ef svo er, þá þarf að virða þá staðreynd að prestur sem situr slíkan stað er sjálfkrafa staðarhaldari og hann er andlit kirkjunnar á þeim stað. Heimilið er í flestum tilfellum hálf opinber staður, þar sem gerum að ráð fyrir að framfæri margs konar starfsemi sem tengist kirkjustarfinu, hvort sem það er messukaffi, fundir, hluti safnaðarstarfs, skrifstofa prestsins eða bara afnóta salernisaðstöðu. Þetta er vissulega breytilegt eftir stöðum.
Nærtækast að nefna pressetur í Stafholti sem hér hefur verið nefnt, sem eitt það nýjasta í safninu og það var sérstaklega hannað til þess að stofan gæti þjónað sem aðstaða fyrir kirkjukaffi og tengda starfsemi, en það samt líka heimili stofa pressins. Að sama skapi á kirkjan að geta gert á kröfu að þegar prestur sækir tiltekið embætti þar sem pressetursjörð til staðar, þá sé búsetuskylda, enda hluti af embættinu að sitja viðkomandi stað. Á þeim forsendum fráleitt að tala einhverja markaðslegu nema tilkomi greinilegur frádráttur vegna ofangreindra þátta. Ef þjóðkirkjan væntir þess að prestur sitji í odda, þá það embætti vitanlega auglýst með því skilyrði. Þau sem ekki hafa áhuga að sitja í odda myndu þá bara einfaldlega ekki sækja Ef þetta á að vera eitthvað hipsumhaps, þá ekkert sjálfgefið að það myndi þjóna tilgangi að eiga eða reka slíkt pressetur. Oddi fer ekkert, hvort sem það prestur sem býr þar eða ekki. Í 8. grein tillögunnar segir: sé jörð að ræða skal litið svo á að preststarfi fylgi einungis íbúðarhúsi jarðarinnar ásamt hæfilegri lóð. Semja má afnot prestsins af jarðnæðinu að hluta eða öllu leyti gegn endurgjaldi. Þessi grein býður heim hættu og hagsmunaárekstrum. Það má aldrei verða svo að nágrannar, hugsanlega aðilar sem koma að vali á presti, geti haft af því persónulega hagsmuni hvort prestur sækist eftir afnotum af jörðinni eða ekki. Þess vegna ætti þessi grein að vera öfug. Það öll jörðin fylgir embættinu, en ef prestur óskar eftir því að koma ekki að rekstri jarðarinnar sjálfrar, gæti hann samið sig frá því. En þarna þarf líka að gæta sömu hagsmunaárekstrum til að tryggja að enginn með þá hagsmuni hafi aðkomu að vali á presti. Þá ætla taka B. Pressetur án jarðar í þéttbýli. Aðgengi að öruggu húsnæði ein frumforsenda þess að fólk flytji á staðina. Ef kirkjan vill stýra því einhverju leyti hvað prestar búa, þá þarf að staðsetja prestinn þannig. Í mörgum tilvikum það við skulrót fyrir fólk að sækja embætti á landsbyggðinni þar sem það veita húsnæði á hagstæðum kjörum. Auðvitað eru þau hús í misjöfnu ástandin, en það efni aðra ræðu. Húsnæði í eigu kirkjunnar ákveðin trygging fyrir því að prestur búi í prestakallinu. Samkvæmt rannsókn sem birt var í fjölmiðlum í haust, þá vill einungis 10% fólks sem býr í leiguhúsnæði vera í leiguhúsnæði. Sem sagt, 90% þeirra sem eru á almennum leigumarkaði vilja það ekki. Flest fólk vill búa í sínu eigin húsnæði, spilar þar einkum inn há markaðsleiga eins og alkunna Við getum gleymt því að prestar setjist að hér og þar á landi ef greiða þarf háa húsaleigu sem kemur auðveldlega í veg fyrir það að fólk getur lagt fyrir til að kaupa eigið húsnæði. Síðan kemur til viðbótar verulega lakari starfskjör presta sem flestir eru komnir á 6 mánaða uppsagnarfrest, sem þýðir líka 6 mánaða uppsagnarfrest á heimilinu. Prestar í landsbyggðarþjónustu skipta líf ef þeir skipta starf. Það að færa sig milli embætta í landsbyggðarþjónustunni ekki eins og að hætta að vinna í Breiðholtskirkju og fara að vinna í Neskirkju eða hætta að fara að vinna í Hafnarfjarðarkirkju og fara í Lindakirkju. Að fara milli embætta á landsbyggðinni stór ákvörðun sem varðar alla fjölskylduna og því þarf að standa vel að því í samstarfi við viðkomandi. Það ýmislegt flókið í þessu. Við þurfum að finna leið út úr þessu. Ég skil alveg sjónarmið flutningsmanna að það sé dýrt að reka presseturinn út allt land, en það þekkja það allir prestar sem búið hafi en það þekkja það allir prestar sem að búið hafa presseturum að viðhaldið oft verulega ábótavant og þar viðhaldsþörf og það sem viðhaldsþörf hefur verið mun meiri en þeir fjármunir sem að hafa verið til ráðstöfunar í það. Fasteignamarkaðurinn á landsbyggðinni og hefur alltaf verið mjög ótryggur. Ég hef þjónað á landsbyggðinni alla mín presskap. Ég var til dæmis 11 ára á Hvammstanga, 98 til 2009. Í kringum 1980 var Innfjarðarækjan uppspretta uppbyggingar og það byggðust upp heilt hverfi á Hvammstanga. Svo kom lægð og það var allt í stopp. Góðar fasteignir hreyfðust ekki eða seldust á sáralágu verði. Á árunum sem ég var þarna var mjög lítil hreyfing. Kannski flutti ein fjölskylda til Reykjavíkur, húsið var kannski á sölu í fleiri mánuði, þar til einhver heimamaður keypti og hratt af stað lítilli hringekju. Þar sem einhver stækkaði við sig og annar minnkaði við sig og nokkur hús fóru ef til vill í þeirri hringekju, síðan allt stopp í einhver ár. Nú síðustu ár hefur verið mikil uppbygging en markaðurinn eftir sem áður afar viðkvæmur.
Sömu sögur að segja á Suðurnesjunum, ég er búinn að vera það síðan 2009. Hrunið kom, glæsileg einbýlishús stóðu tóm í tugatali, hægt að taka þau með 100% láni hjá Íbúðalánasjóði, hreyfðust ekki. Svo allt í einu upp úr 2016, þá fór allt af stað. Svo kom COVID, þá héldum við að sér höndum. Við þurfum að setja okkur í spor landsbyggðarprestana. Þeim má ekki líða þannig að þau upplifi sig föst í áttakafjötrum ef þau fara í eigið húsnæði og heldur ekki föst ef þau eru í rándýru leiguhúsnæði. Ef farin verður svo leið, eins og reyndar að löngu byrjað á, að fækka prestseturum enn frekar, þá þarf að finna aðrar gulrætur. Einn gæti til dæmis verið staðaruppbót, þar sem presti er greiddur sérstakur húsnæðisstyrkur að því gefnu að hann búa á svæðinu. Þessa umræðu mætti jafnvel taka við sveitafélögin í þeirri viðleitni að þau sjái einnig hagsmuni í því að presturinn sé á staðnum og leggja eitthvað í púkið. Hafið hljóð. Takk. Önnur leið gæti verið svo að hvetja presta til að kaupa eigið húsnæði en á móti að kirkjan skuldbindi sig til að kaupa húsnæðið af presti ef hann fer milli embætta innan þjóðkirkjunnar og húsið selst ekki innan 10-12 vikna. Kirkjan hefur þolinmóðara fjármagn heldur en presturinn sem þarf að koma sér, ég kannski sleppi seinna skiptinu, en ég skal reyna. Kirkjan hefur þolinmóðara fjármagn heldur en presturinn sem þarf að koma sér fyrir á nýjum stað og kirkjan gæti þá boðið næsta presti það húsnæði til kaups eða selt það leikt á almennum leigumarkaði. Víða hefur skapast umræða læknaskort sem að komið var hérna inn á áðan. Við viljum ekki fara inn í þá þróun. Og ég ætla bara að klára þennan B-lið. Við viljum heldur ekki að prestarnir finni hjá sér löngu til að setjast að. Við viljum ekki heldur að prestarnir finni hjá sér löngu til að setjast að í að minnstu kosti einhver ár á hverjum stað. Við viljum að þeir finni hjá sér þessa löngun og verði þannig hluti af samfélaginu sem þeir þjóna. Og við þurfum að leggja okkar að mörkum til þess að svo megi vera og svo myndi nú örugglega hjálpa til að fá prestsseturspresta að borðinu og taka samtalið. C-liðurinn var biskupsgarður sem ég vil að við ræðum sérstaklega og D-liður aðra fasteina og til að draga þetta saman í lokin. Fyrsta, ekki breyta forsendum fólks sem það gekk inn í góðri trú. Prestar verða að geta treysti að samningar haldi. Annað, brjótum málið upp í 4 ólík mál og fjöllum það hvert fyrir sig. Og þriðja, lætum reikna vel og vandlega út rekstur prestsseturinnar og biskupsgarðs. Þetta mál verður að fara í eðlilega umræðu út í héraði og eins að prestastefnu. Til máls tekur Berglind Hönnudóttir og eftir henni tala Benjamin Hrafn Böðvarsson. Forseti, ég ætla með nýbreytni bara með eina mjög stutta spurningu. Mér langaði að vita í 8. máli af hverju prestbústaðurinn í Vík er tekin út af listanum. Því það er talað að þetta sé byggt á þessari skýrslu sem að fasteignanefndin gerði. Þar er prestbústaður í Víkurprestakalli en það er svo ekki inni í 8. máli. Og það er náttúrulega, ef einhverjir hafa fylgst með fasteignamarkaðinum á Íslandi þá hefur ekki komið hús til sölu á Vík í það bil 2 ár. Það er 1 til sölu núna á 100 milljónir sem ég efast að margir nýútskrifaðir prestar hafi tök á. Takk. Til máls tekur Benjamin Hrafn Böðvarsson og eftir hann talar Eva Björk Valdimarsdóttir og síðan Elínborg Sturludóttir í annað sinn. Forseti, ég held að ef kirkjuþing samþykkir 8. mál óbreytt, þá erum við öll að gera dýrkeypt mistök. Ég tek undir orð Elínborgar varðandi stefnu kirkjunnar að fækkun prestbústaða sé skammsýni og mikið óheilla skref. Ég tek einnig undir orð Sigurðar, kollega míns, að forðast að skapa óvissu hjá vígðum þjónum kirkjunnar. Ég trúi því að við öll sem erum hér að starfa fyrir kirkjuna, hvort sem við erum hér á þinginu, erum vígðir þjónar og akrinum eða leikmenn í sóknum, við erum öll að reyna að gera okkar besta og leggjum okkur flest fram með að vinna af heilindum, ég vil að minnsta kosti trúa því. En á sama tíma erum við öll mennsk, breysk og ófullkomin og við eigum það til að missa sjónar af hlutverki okkar. Hvert er hlutverk þjóðkirkjunar með stóru og litlu þotni? Það er að boða fagnaðareindið, vera biðjandi, boðandi og þjónandi. Að veita þjónustu út á akri Krists og verkamennir eru fáir
og staðan í dag er sú að okkur fer fækkandi, við sjáum fram á presskort. Ég held að ákveðnar tillögur sem er að finna í 8. máli séu vanhugsaðar. Kannski aðalega tillagan leigugjaldið sem er 5. grein. Markaðsleigugjaldsleiðin er vanhugsuð tillaga og mun líklega hafa þær afleiðingar að þjónusta kirkjunnar í sóknum á landsbyggðinni skerðist enn frekar. Ég held að þær umsagnir sem hafa borist, sem búið að ræða hér, styðja þennan málstað. Ég er alveg sammála flutningsmönnum í því að núverandi leigugjald gæti verið of lágt. Í stað þess að taka markaðsleigustefnuna eða leiðina held ég að það veri betra að halda því fyrirkomulagi sem hefur verið og væri heldur hægt að hækka verðið í samráði við prestana sjálfa eða kjara fulltrúa prestafélagsins. Það væri til dæmis einfaldara að hækka neðri mörkin nær því sem efri mörkin eru í dag og efri mörkin væri nær hugsanlega 200.000 eða einhverju sanngjarnara gjaldi. En eins og tillagan er nú og miða við allar umsagnirnar sem hafa borist sína fram á, þá er þessi tillaga ekkert framfara skref, heldur skref aftur á bak, að mínu viti, sem ég held að muni kosta okkur mun meiri pening þegar fram í sækir. Umsagnir frá prestafélaginu, prestunum sem búsettir eru á prestbústöðunum og frá sóknarfólki við þetta mál kallar á endurskoðun á þessu máli en það þarf að taka tillit til þessara umsagna sem fram eru komin. Ég tel því ekki hægt að samþykkja þetta mál að óbreyttu. Forseti, ég mun ekki samþykkja þessa tillögu óbreytta því þjónustan er það sem við þurfum að tryggja á allri landsbyggðinni og það kostar einfaldlega meiri útgjöld að tryggja hana í minni byggðum á landsbyggðinni. Ef við gerum það ekki, erum við að gera dýrkeypt mistök. Takk. Til máls tekur Eva Björk Valdimarsdóttir og eftir henni talar Elínborg Sturludóttir. Forseti, ég er með 2 atriði sem ég vil leggja áherslu á varðandi þessi 2 mál. Í fyrsta lagi að það sé að ræða algjöra stefnubreytingu, ekki bara fasteignastefnu þjóðkirkjunnar heldur er þetta stór stefnubreyting á þjónustu kirkjunnar í landinu, eins og hefur komið fram í máli nokkura hér. Og í öðru lagi 8. mál sé kjaramál presta. Fyrsta atriðið, þó svo ég sé þjónandi prestur í Reykjavík, þá ólst ég upp út á landi, á Akureyri og í Eyjafjarðarsveit og þekki þjónustu presta í nær umhverfi þar. Ef breyta á leiguverði prestbústaða í markaðsverð, þá erum við og leggja niður fjölda prestssetra, þá algjöra stefnubreytingu að ræða. Hingað til hefur það verið stefna kirkjunnar að prestar búi í nálægð við sóknarbörn sín og það atriði sem við höfum hrósað okkur af og getum vel gert það þangað til kannski nýlega. Breyting á leiguverði í markaðsleigu mun verða til þess að flestir prestar velja að leigja ekki prestssetur, heldur flytja á næsta þéttbýlisstað þar sem þjónustan er betri og húsnæði líklegra til að henta fjölskyldu prestsins. Erum við í alvörunni sammála að við viljum til dæmis að flestir prestar sem að þjóna á Eyjafjarðarsvæðinu búi á Akureyri og þjóni þaðan. Varðandi 9. mál, ef aðeins eru lögð til prestssetur á stöðum þar sem að íbúar eru 500 eða færri, þá erum við að leggja niður eftirfarandi prestssetur eða prestssetur á þessum stöðum. Ég hef ekki áhyggjur af kannski, það ekki prestssetur á Akranesi eða stöðum í kringu Reykjavík, en á Stykkishólmi og Ólafsvík búa fleiri en 500, Ísafirði, Blönduósi, Ólafsfirði, Siglufirði, Húsavík, Vopnafirði, Seyðisfirði, Eskifirði, á Neskaupstað, Höfn í Hornafirði, til dæmis. Þetta eru nokkri bæir sem ég flett upp núna áðan, þar sem að búa 500 eða fleiri. Þannig að þá erum við að fara að samþykkja að leggja niður prestssetur þar. Og í öðru lagi þá hitt atriði, ég er stjórnarkona í Prestafélagi Íslands og ég tel að ljóst að sé að ræða kjaramál presta. Ég ætla að vísa í minnisblað Láru V. Júlíusdóttur lögfræðings með leyfi forseta.
Verði tillaga þessi samþykkt mun hún vafalaust leiða til hækkunar á húsaleigu þeirra presta sem búa í prestbústöðum. Það þýðir jafnframt rýrnun á kjörum presta sem að í hlut eiga. Þó ekki sé minnst á leigugjald presta í kjarasamningi má leiða líkum að því að slík ákvörðun sem markaðsleiga prestbústaða sé í verkahring kjaranefndar Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Þetta tvennt verður því vart aðskilið og nauðsynlegt að fjalla það í samhengi. Tilvitnun lýkur. Og já, ég þarf ekki að benda á einmitt hversu erfitt hefur reynst að auglýsa nýleg störf presta út á landi. Ég legg til að málinu sé frestað, 8. máli, og það sé rætt á fundum kjaranefndar og Prestafélags Íslands. Takk fyrir. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir og hefur í seinni ræðu sinni og hefur 5 mínútur og eftir henni talar Sigurður Grétar Sigurðsson og hann líka að tala þá í annað sinn í 5 mínútur. Gjörðu svo vel. Forseti, ég skil vel að þeir sem að liggja við fjármálum þjóðkirkjunnar velti því fyrir sig hvernig hægt sé að auka tekjur hennar, ekki síst á tímum þegar þjóðkirkjan rekin með halla, því að það bæði skynsamlegt og ábyrgt. En ég veit hins vegar ekki hvaða hugrenningatengsl það vekur hjá ykkur, kæra kirkjuþingsfólk, þegar orðið markaðsleiga nefnt á nafn. En ég veit hvað unga fólkinu hér í Reykjavík sem á leigumarkaði finnst markaðsleiguna. Markaðsleigan heldur ungu fólki í fjötrum og öllum í fjötrum sem á húsaleigumarkaði og kemur í veg fyrir að það fólk geti eignast sitt eigið húsnæði. Og hið sama gildir raunar fólk í stórborgum alla Evrópu vegna þess að fjármagnseigendur hafa keypt upp húsnæði í þeim tilgangi að leigja það vegna þess að þeir hafa komist að því að þannig ávaxta þeir peninga sína með sem mestum arði. Þetta snjóbolti sem fór að rúlla hér á landi eftir hrun þegar að fjármagnseigendur fengu að kaupa húsnæði sem fólk hafi mist á hrakvirði. Og í þessu 8. máli tekin ákvörðun það að þjóðkirkjan ætli einmitt að feta þessa slóð og reyna að hámarka arðinn af prestssetrinum með markaðsleigu. Samkvæmt lögum það skylda kirkjunnar að annast kirkjulega þjónustu og þar með prestþjónustu allt land, eins og fram hefur komið hér ítrekað. Og það auðvitað algjörlega fullkomlega eðlilegt að leiga á prestssetrum sé sanngjörn og í samræmi við hlutverk prestssetursins og það á auðvitað að þjóna og renna stoðum undir þá þjónustu sem prestunum ætlað að veita. Ég vil vekja athygli ykkar á umsögn séra Óskars Hafsteins Óskarssonar, sóknarprests í Hruna, málið, þar sem hann fer sérstaklega yfir það hvaða skyldur það leggur honum á herðar og öðrum sem sitja á prestssetursjörðum að vera vörslumenn jarðanna. Og ef þetta mál nær fram að ganga ætlunin að sigla í þá átt að prestar leigi prestssetrin á markaðsleigu finnst mér nauðsynlegt að þetta liggi fyrir áður en sótt viðkomandi embætti en ekki eftir á. Forsendurnar sem þeir sem sitja prestssetursjarðirnar og prestsseturinn höfðu þegar þeir sóttu í raun og veru gjörbreytist ef málið nær fram að ganga. Eins og fram hefur komið þá staðreyndin sú að víða við sjávarsíðuna þjóðkirkju hlutfall hátt, starfið blómlegt og kristin trú með sterka stöðu. Og því miður óttast ég að ef prestsseturinn verða lögð niður, þá sé vegið að þessari sterku stöðu landsbyggðarkirkjunnar. Að vísu segir í málinu, með leyfi forseta, nú búa fleiri en 500 manns í þéttbýliskjarna prestakalls og getur kirkjuþing þó samþykkt að prestbústaður skuli lagður til ef staðhættir aðstæður á fasteignamarkaði eða söguleg og menningarleg rök réttlæta það. Staðreynd málsins sú að í langflestum þorpum og bæjum allt í kringum landið tilfellið einmitt það að aðstæður á fasteignamarkaði bjóða ekki upp á það að þjóðkirkjan selji prestssetrið. Ætli kirkjan sér að halda áfram þjónustu við þessi byggðarlög, enda segir í umsögn frá sóknarnefnd Setbergssóknar með leyfi forseta: Sóknarnefnd Setbergssóknar leggst gegn því að prestbústaðurinn á Eyravegi 26 í Grundarfirði verði seldur.
Fasteignamarkaðurinn í Grundarfirði er erfiður, lítil hreyfingar og eignum í hæfilegri stærð og leigumarkaður er ótryggur og hefur verið svo til margra ára. Og þetta get ég staðfest frá þeim tíma sem ég var sóknarprestur þar, því að maður gekk undir mannshönd að útvega organistanum sem var sameiginlegur organist í Stykkishólmi og Grundarfirði húsnæði þegar hann réði sig þar til starfa. Ég árétta það að mér finnst fullkomlega sjálfsagt að þeir sem sitja prestssetur greiði sanngjarna leigu, sem tekur mið af því hlutverki sem að prestsseturinn þjóna. En sú leiga á að mínum dómi að viðhalda prestsseturinn og tryggja þannig að prestar hafi búi áfram í góðu húsnæði. Kirkja sem sendir fólk út á akurinn þarf líka að hugsa það, hún þarf að búa starfsfólki sínu starfsskilyrði sem eru fjölskylduvæn og eru í samræmi við þann boðskap og þau gildi sem kirkjan stendur fyrir og hefur köllun til að boða. Þá tekur Sigurður Grétar Sigurðsson til máls og talar í annað sinn í 5 mínútur. Eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson og síðan Steindór Haraldsson, Jóhanna Gísladóttir og Óskar Magnússon. Og Einar Már Sigurðarson, svo fer forseti að loka mælendaskrá. Já, bara biðja ykkur að reyna að hafa hljóð á meðan að ræðumenn að tala. Já, forseti, ég er bara fyrst og næst að klára kannski það sem ég var áðan að segja. Það var komið aðeins inn á læknaskortin, ég bara skautaði yfir það. Sums staðar helst það hendur við þá þróun að það ekki lengur læknabústaðir í boði. Og víða, þetta hefur verið vandamál víða á landsbyggðinni, þá í rauninni bara læknisþjónustan mönnuð með verktökum. Og það sem ég þekki til, og ég kannaði hjá einum sem var framkvæmdastjóri í þessum geira, og þá yfirleitt viðtekin venja, þeim útvegað húsnæði, tímabundið húsnæði, sér að kostnaðarlausu, samkvæmt mínum upplýsingum. Og það bara allt í lagi að hafa það eins í huga. Nú, ég skautaði líka yfir þennan sélið hjá mér sem var biskupsgarð við Bergstaðastræti. Áður en kirkjuþing fyrir að veita sölu heimild fyrir biskupsgarði, þá lágmark að fari fram málefnaleg umræða húsið og hlutverk þess. Hefur kirkjuþing skoðun á því hvar biskup Íslands á að vera búsettur eða kirkjuþingi bara alveg sama það? Liggur fyrir afstaða biskups? Kæmi til greina að skipta húsnæði ef þetta þykir of dýrt og halda þannig áfram að leggja biskup til húsnæði sem hálf opinbert heimili líkt og mörg prestssetur. Og svo ætlaði ég að segja örfá orð varðandi aðrar fasteignir. Fasteignir sem ekki tengjast þjónustunni mjög eðlilegt að leigja út á hæsta verði og reyna þannig að hámarka arðsemi þeirra eigna. Nú eða breyta eigninni í einhverja aðra arðbærari eign sé það hægt. Og þar þarf auðvitað að skoða hverja eign fyrir sig og alls ekki að flana að neinu. Og ég dró saman sem ég bara hnykki á að við breytum ekki forsendum fólks. Við megum ekki skapa þetta óöryggi. Þetta fer bara beint inn í tilfinningalífið hjá fólki og við bara megum ekki gera það. Og það bara allt annað að vera einhvers staðar út landið og fá þessa tilfinningu og fá þessi skilaboð einhvern veginn að nú getur bara alla forsendur farið að breytast. Þetta bara, við megum ekki taka þátt í því. Og við verðum að ræða þetta sem 4 ólík mál. Og ég myndi svo vilja, hvort sem það mitt að segja það ekki, ég myndi vilja allavega að þetta mál tekið fyrir í fjárhagsnefndinni og veit svo sem ekkert hvað flutningsmaður sér fyrir sér. Og þetta verður að fara í góða umræðu heima í héraði, á héraðsfundum, á prestastefnu og í rauninni í sóknarnefndunum. Þið sjáu við erum að fá umsóknarnir frá bæjarstjóra eða fólki í bæjarstjórnarmál. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum Steindór Runeberg Haraldsson. Forseti hefur lokað mælendaskrá. Já, forseti, það svo sem ekki alveg óvart að þeir sem hingað koma upp í pontu eru fyrst og fremst lærðir en ekki leikir, en það kannski ákveðin vandi umræðuna líka að þessi málefni snerta persónulega hagsmuni einstaklinga, jafnvel einstaklinga sem eru hér á þinginu
Það skapar þeim ákveðin vanda, náttúrulega í umræðunni, og einnig hinum sem ekki hafa neina slíka hagsmuni af umræðunni eða málefnunum. Þannig að þetta er viðkvæmt og erfitt mál af þessum ástæðum. Það er rétt sem hér hefur komið fram hjá Elínborgu að kirkjan að lögum á að veita kirkjulega þjónustu allt land. Og þar sem að ég tel margt jákvætt við þessa tillögu hef ég líka hana ákveðnar efasemdir sem lítur að þjónustu sjónarmiðinu. Þess að gætt sé að áhrifum og afleiðingum af tillögum sem lagðar eru fram til samþykktar á þinginu á þjónustu kirkjunar landið. Ég hef ekki tilfinningu fyrir því við lestur þessara tillagna að þess hafi verið fyllilega gætt. Það kann að vera að það hafi verið gert, en ég get ekki tekið eftir því með því að fylgjast með og lesa framangreindar tillögur. Varðandi prestssetursjarðirnar þá vil ég nú taka undir það líka að prestar eru jú vörslumenn á þessum jörðum, gæslu og vörslumenn, og þetta er hlutverk sem hefur skipt máli þegar kemur að varðveislu hagsmuna kirkjunar, þegar prestur til dæmis er ekki með búskap á viðkomandi jörð. Þetta verður ekki alveg slitið í sundur, þessi verkefni og þessi hlutverk, og ég sé ekki að þessi gætt í þessum tillögum. Það er líka alveg rétt sem hefur komið fram að það er ekki hægt að fara í afturvirkar framkvæmdir hér. Við getum ekki staðið að því að hér sé farið í afturvirkar ákvarðanir sem eru fjárhagslega íþyngjandi fyrir einstaklinga sem að gerðu samninga og gengu til sinna starfa á öðrum forsendum. Nú varðandi markaðsleigu, og þá er það nú bara þannig víða að það ríkir svokallaður markaðsbrestur, sem þýðir að það er ekki til áreiðanlegt verð eða verðlagning á húsnæði. Þetta gildir á mörgum stöðum og víðum land. Og þessa þarf að gæta þegar verður að tala um að leigja prestssetur á markaðsverði. Þetta hljómar vel en er erfiðara í framkvæmd. Nú það er annað líka sem ég vildi nefna, og það er að ef að kirkjan færi þessa leið, þá fylgja því auðvitað ákveðnar skyldur gagnvart leigusalum. En þessum skyldum hefur ofta ekki verið sinnt. Og þess vegna hafa mörg dæmi verið það fyrr og síðar að prestar hafi lagt sjálfir út fyrir alls konar kostnaði, bæði í eigin vinnuframlagi og útgjöldum öðrum, hafa rekist í því að reyna að fá endurgjald fyrir útlagða vinnu eða annan kostnað og gengið illa. Ef að þetta er einhvern tíma samþykkt hér að farið í þessa markaðslegu leið, já, þá fylgja því skyldur af hálfu kirkjunnar sem henni hefur gengið misjafnlega að rækja sem leigusala. Við skulum alveg hafa það í huga líka. Nú, ýmsir prestar getur verið fegnir hugsanlega þessari tillögu að vera lausir undan ákveðnum kvöðum og ákveðnum skyldum. En við þurfum að spyrja okkur þessar skyldur og hvaðir og hvort að þær séu í þágu þjónustu kirkjunnar. Það má segja prestssetrin að þau séu svona ekki bara minnisverðar heldur ákveðnar miðstöðvar þjónustu í héraði, víða, og aðstaða til þess að veita prestsþjónustuna annars staðar enn á setrónum er í sumum tilfellum ekki fyrir hendi. Þannig eru heimilin eins og hér hefur komið ágætlega fram mikið meira heldur en bara í þeim tilvikum að svo heimili prestsins. Og þetta þarf líka að hafa í huga, og ég sé ekki að þessa sé fyllilega gætt heldur í þessum tillögum. Það er ekki talað sérstakar aðstæður sem gætu vikið frá reglum sem þarna eru tíundaðar eða ákvæðum. Það eru ýmsar sérstakar aðstæður sem gætu þurft að horfa til þegar að prestbústaðir eru leigðir. Spurningin hvað er skilgreindur prestbústaður og hvað er ekki skilgreindur prestbústaður og hverja forsendur eru fyrir því. Mér sýnist allavega sem utanákomandi og nýr hér á þinginu að það þurfi miklu betri umræðu í sjálfu sér. En svo skulum við náttúrulega líka hafa það í hug, og ég vil nú eiginlega enda á því að sko þjónustu sjónarmið mega heldur ekki vera til einhvers konar skjól gagnvart rekstrarlegri umræðu. Rekstrarlega umræðan verður að fá góða skoðun og rekstrarlegu sjónarmiðin þurfa að fá góða skoðun. Við þurfum að ná að mæta þessu tvennu,
hagkvæmni í rekstri en leið góða nýtingu fjármuna kirkjunar. En þegar ég að tala góða nýtingu þá ég ekki að tala bara að við komum út á sléttu eða í pluss á Excel-skjali. Góð nýting felur líka í sér að við séum að nýta fjármununa vel í þágu þjónustu kirkjunar. En ég legg sem sagt til að þetta mál fái frekari skoðun, frekari umræðu og verði vísað til nefndar. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Jóhanna Gísladóttir. Forseti, hér rætt viðkvæmt mál. Ég að tala 8. máli, það sem ég ætla að tjá mig Þetta hefur verið til umræðu, þó að ekki hefur verið gengið svona að komi beinir tillaga. Þetta bara umræðu hér á þinginu í allmörg ár og það vill svo til að þegar að svipað gerðist í sveitarfélögum og sveitarfélögum fengu skólana yfir, þá reyndist erfitt að ráða kennara og sveitarfélögin gripu til þess ráðs að fara að greiða niður íbúðirnar. Og kennarar fóru út á land, fengu billega húsaleigu og niðurgreidda og þannig var hægt að manna skólana. Fyrir þetta var síðan tekið fyrir allmörgum árum að þetta gengi ekki, þessi aðferð, og það varð högt í 1-2 ár. Leitaði svo jafnvægis. Ég hef fullan skilning á því að prestar komi hér upp og tjáu sig málið eins og þeir hafa flestir ræðumenn verið þar, prestar. Þetta hefur áhrif á starfskjör þeirra, það alveg ljóst. Þetta ekki einfalt. Ég veit að eins og Rúnar sem var hérna ræðumaður undan mér, hann lagði til þetta færi nefnd, auðvitað fer málið í nefnd og fær umfjöllun þar. En ég vil líka gera dálítinn greinamun á jörðum og prestbústöðum. Ég hef reynt að hafa það, ég finnst það ekki vera það sama. Prestbústaðir eða hús í bæjum landsins, annars vegar og svo jarðir kirkjunar hins vegar. Mér finnst það þurfa að gera þarna greinamun á. Ég held að við verðum að taka á því máli sem að prestbústaðirnir eru. Ég kalla húsnæði presta í bæjum og þorpum landsins prestbústaði en ekki prestsetur. Kannski það rangt en ég geri þetta til aðgreiningar. Þetta kirkjunni mjög dýrt. Það þannig. Og hvort sem það heitir markaðslega eða hvað orðið finnum á þetta, ég teka undir að sölu leyti með Elínborgu Sturludóttur í að þetta ekki rosalega gott orð, markaðslega. Það verður náttúrulega að líta til aðstæðna á hverjum stað, þeir geta verið misjafnar og við skulum taka dæmi og það með við 500 manns, við skulum taka dæmi sem að gæti gerst að til dæmis í minni heimabyggð að Skagaströnd og Blönduós myndi sameinast. Nú Skagaströnd með undir 500 en þá færi það með yfir 500. Þetta svona að það getur verið einhver stjórnvaldsákvörðun sem ákveður það að eitthvað samfélag, en mitt samfélag væri samt sem áður mitt samfélag. Það myndi ekki breytast öðrulendi því að bæjarstjórnarskrifstofan fer á einhvern annan stað. En það þarf þess vegna þetta vont viðmið, þetta 500 og svona, þetta hefur verið gert til þess að setja einhvern markmið, ég skil það. Núna fyrir stuttu síðan þá var frænka mín að vígja sem prestur austur á land og það fyrsta sem hún gerði var að kaupa sér íbúð á staðnum. Hún hafði engan annan kost, hún keypti sér íbúð á staðnum
Og að segja að prestar vilji ekki sækja út á land af því að þeir hafa ekki húsnæði, það getur auðvitað enginn farið í vinnu ef hann hefur ekki húsnæði á þeim stað sem hann ætlar að vinna á, það segir sér sjálft. En þetta leitar alltaf jafnvægis engu að síður. Ég vil bara trúa því að það séu fleiri þættir en það að það sé annarkvort alltaf dýrt húsnæði eða ekki til húsnæði eða húsnæði ekki til staðar. Ég benda á það sem húsnæði dýrast sem hér á höfuðborgarsvæðinu. Þar alltaf flestir sem sækja um. Það þannig. Það húsnæði samt dýrast. Og þannig að þetta ekki bara svona hvítt og svart. Þetta mál fyrir nefnd og þarf að skoðast og það eru margir fletir á því. Takk fyrir. Til máls tekur Jóhanna Gísladóttir, eftir henni talar Óskar Magnússon. Forseti. Líklega að bera í bakkafullan lækinn að ræða áhyggjur presta af þessu frumvarpi ná það fram að ganga óbreytt. Nægir að benda til athugasemda sem borist hafa og eru öllum aðgengileg sem orða kollega minna hér í pontu. Ég til hins vegar margt ágætt að finna í þessum tillögum og raunar löngu tímabært að kirkjuþing marki skýrari stefnu í fasteignamálum og þá að vísa sérstaklega til greina í 8. máli snúa viðhaldi fasteigna og ráðstöfun arðs. Ég hins vegar hér í pontu til að halda því fram að ekki eingöngu að ræða hagsmunamál presta, heldur ekki síður til skemmri og lengri tíma litið hagsmunamál sókna. En ég til að vera töluverðar líkur á því að margir prestar muni afþakka afnot af prestbústað ef kostnaðurinn við slíka búsetu hækkar mjög. Mikilvægt að hafa í huga í þeim efnum að prestbústaðir fleiri en færri þarfnast viðhalds sem ekki fengist í mörg ár. Ágóðinn sem fæst af því að hækka leiguna mun ekki brúa slíkt nema mjög litlum hluta. Þó rætt sé að hækkun leigu muni leysa þann vanda, tel ég slíkt ekki raunhæft markmið nema mjög takmörkuðu leyti. Við sem kirkja, við þurfum að ræða það nánar hvað það merkir ef stór meirihluti presta í prestbústöðum ákveður að afþakka afnotabústað og kýs að búa á þéttbýlari svæðum þar sem auðveldar að leigja á almennu markaði eða festa kaup á heppilegu húsnæði. Séra Sigurður Grétar hann ræði mikilvægi búsetuskyldu. Gleymum ekki að það löngu búið að afnema hana. Ekki hægt að skylda neinn að búa í prestbústað, kjósi viðkomandi prestur að búa annar staðar. Því þarf það að vera hagur prests og fjölskyldu hans eða hennar að þiggja afnot af bústað. Mikilvægt. Mín skoðun svo að þetta samtal hefði verið betra að hefja á héraðsfundum víðs vegar á land áður en að rataði hingað inn. Það hagsmunamál sveitarfélaga og samfélaga að hafa prest í nærumhverfi sem þekkir til og getur háttað starfi sínu í náinni samvinnu og samstarfi við heimafólk. Nú ef við horfum áratugi fram í tíman munum við geta staðið hér, keikið í pontu og staðhæft að allir landsmenn hafa jafnan aðgang að prestþjónustu. Það spurningin og mikið í hófi þess vegna að mínu mati og nauðsynlegt að hafa alla hagsmunaaðila í huga við afgreiðslu þessa máls. Ég þekki af eigin raun hversu flókið það að búa í prestbústaði niðurníðslu sem hentar fjölskyldunni illa, hversu flókið það að vita ekki til lengri tíma hvort húsið fer á sölulista kirkjuþings eður ei og hafa ekkert það að segja, vita ekki og geta ekki fengið upplýsingar það hvernig sölulinn verður svo að lokum háttað og ég enn að feta mig áfram sem prestur hvernig í ósköpunum ég á að þjónusta 6 sóknir í 1200 manna sveitafélagi þar sem ekkert safnaðarheimili. Því jú, prestbústaðurinn hafði verið notaður sem slíkt að einhverju leyti. Á sama tíma stendur minn fyrir bústaður tómur og hefur gert í rétt hæft ár og engin leigjandi fæst vegna ástands hússins. Á sama tíma og slegist þar fáu eignir sem í boði eru í sveitafélaginu. Og ég spyr, hver tapar til lengri tíma í þessu máli og hver staða sveitafélagsins Eyjafjarðarsveitar? Og ég vil líka bæta við í lokin. Ég hef aldrei heyrt prest á mínum aldri eða yngri en ég óskað sér þess heitast að komast í prestbústað. Það draumur fæstra ungara presta að annast stóra jörð, leyfi ég mér að fullyrða. Og reyndar það svo að mörg öndum við léttar þegar við fluttum úr okkar bústað og í eigið húsnæði. Og því tel ég mjög mikilvægt þegar þetta mál fer í nefnd að það sé ekki sett upp sem svo að prestar í prestbústöðum séu með í höndunum einhver eftirsóknarverð fríðindi ætluð útvöldum því að það langt því frá að mínu mati.
Takk fyrir. Til máls tekur Óskar Magnússon og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson og síðan það Guðni Már Harðarson og Magnús Erlingsson. Forseti, ég veit nú ekki hvað maður kemst lengi upp með það að bera fyrir sig nýgræðinshátt og fáfræði. Þetta sem sagt fyrsta kirkjuþingi mitt og ég ætla að halda því áfram að þetta framhaldsþing. Þannig að þið sittið uppi með það í dag og morgun. Það mál sem hér á dagskrá, ég í sjálfu sér efnislega sammála mörgu af því sem að hér hefur verið sagt af hálfu prestana og sérilega Elínborgar og er svona, finnst prestbústaðarnir skipta miklu máli á ýmsan hátt. Í þessum tillögum að vísu ekki vegið neitt að mínu heimalandi, en ég þykist geta haft skilning með því sem hér er lýst út fyrir það og leið og ég skil flutningsmenn líka og nú er ég farin að tala alveg eins og þrælsjóaður framsóknarmaður. En ég er ekki. En erindi í ræðustólinn og þess vegna er ég að tala að ég sé nýgræðingur að það ég rak augun ég er að reyna að læra ég rak augun í starfsreglum kirkjuþings hér ákvað sem ég sýnist að þið séu öll meira að minna vanhæf sem að við takið þetta máls og megi ekkert vera að þessu. Og ég ætla að benda á þetta allavega svo þið farin ekki að greiða atkvæði líka og þetta verði allt hálf ónýtt hjá okkur því að í 3. greininni segir hver sá sem situr á kirkjuþingi má hvorki taka þátt í umfjöllunni atkvæðagreiðslu mál sem varðar hann sérstaklega persónulega fjárhagslega. Nú má náttúrulega alltaf deila það hvað það en þá þarf ekki að deila það hér því að hér stendur mál telst varða sérstaka fjárhagslega hagsmuni þingfulltrúa sem eru vígðir þjónar þegar fjallað eru setningu reglna starfskostnað vegna preststarfa eða gjaldskrár vegna prestsþjónustu. Hið sama gildir þá þingfulltrúa sem eru prestar og sitja á prestsetri þegar fjallað eru það hvar prestsetur skulu lagðir til og hvar þeir skulu lagðir niður, leigugjald prestsetra, svo á hlunnundu og önnur fjárhagsleg réttindi sem varða slíkar eign í kirkjunnar. Þið verður það fyrirgefa mér, en ég veit ekki til hvers þessar reglur voru settar. Við sitjum ekki í pressetri. Hæ? Ekki 2 manna tal. Nei, en þetta er bara almennt hér það, þessi fjárhagslega hagsmuni presta og ég lít svo á að þetta sé svoleiðis spot on eins og sagt á góðu máli og mér finnst alveg með ólíkindum ef að hér tala bara prestar og ég finnst þetta að vera að snúist upp í eitthvað svona kjarabaráttu í staðin fyrir að fjalla þessu ágætu prestbústaði sem ég, eins og ég segi, er ekkit endilega ósammála efnislega því sem hér hefur framkomið. Takk fyrir. Forseti vill geta þess að Arna Grétarsdóttir og Kristján Björnsson vígslubiskup viku af fundi. Til mál tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum Guðni Már Harðarson. Forseti, ég vil byrja á því að þakka þá umræðu sem hér hefur átt sér stað. Ég held að þetta sé akkúrat tillaga sem að þarf góða umfjöllun og ég vona að svo nefnd sem að fær það til umfjöllunar fari vel yfir það og grandskoði ýmsar hliðar. Það hefur verið bent á það að hliðar málsins eru mjög margar og það er mikilvægt að við veltum fyrir okkur þessum hlutum líka í heild og við þurfum eiginlega að taka öll sjónarhorn inn. Ég held til dæmis að það sé eitt sem við þurfum að velta fyrir okkur. Er það eðlilegt að sá sjóður sem myndast eða er sett utan fasteignir, hann standi undir því ef við teljum það eðlilegt skiljiði að prestar fái innan gæsalöp einhverja meðgjöf við búsetu sína? Ég vil taka undir með Evu Björk það, ég held að þetta sé og kemur fram með mitt í ágætu minnisblaði frá Láru Júlíusdóttur að þetta er kannski heppilegra að þessi þáttur sé í kjarasamning.
Þannig að við séum bara með ákveðna reglu leigukjörin og það sé haldið sér, en síðan sé það kjaraatriði, sé það mat, sameiginlegt mat, að prestur á ákveðnu svæði eigi hugsanlega að fá einhverja einingu eða hvaða kerfi við höfum skiljiði til þess að standa undir húsnæðiskostnaði. Þetta er eitt af því sem við þurfum að velta fyrir okkur, þannig að það eru margar hliðar. Ég horfandi á þetta eðlilega, og það er hluti af því sem við erum að gera, horfa, og tillagan eins og þið sjáu er fyrst og fremst lögð fram með fjárhagsleg sjónarmið fyrir augum, og ekki síst þetta, við erum langt á eftir í viðhaldsmálum, fasteignum okkar almennt, og þar verðum við að grípa til aðgerða. Þetta er ein möguleg leið, ég er ekki að segja að hún sé algild og svo eina, það er víðsfjarri, en þetta er umræða sem við verðum að taka. Tillagan er sem sagt í þeim anda að umræðan sé tekin. Ég bið kirkjuþingsfulltrúa að halda ekki að við sem að tillögunni stöndum séum svo föst í einhverjum viðjum tillögunar að við séum ekki tilbúin til að hlusta á öll sjónarmið og breyta tillögunni ef framkoma hugmyndir sem geta leitt okkur að sömu niðurstöðu það að við bætum stöðun á þessum eignum okkar. Gerum það þegar með verð meiri en ekki stöðut verð minni. Síðan er það auðvitað algjörlega sjálfstæð umræða og ég biðst eiginlega undan því, og ég veit að fleiri flutningsmenn geta verið með mér í þeim hópi, að við séum ekki hagsmunamenn eða baráttumenn fyrir landsbyggðina. Ég bara eiginlega hef ekki sinnt neinu öðru heldur en að berjast fyrir hagsmunum landsbyggðarinnar. Þannig að það er eiginlega bara ísköld vatnsgusa að fá yfir sig. Að vera alltaf því bendlaður við það að hafa ekki hagsmunir landsbyggðarinnar leiðarljósi. Það er bara mitt megin leiðarljós. Það er nákvæmlega það, og ég hef verulegar áhyggjur af því að við náum ekki að sinna þjónustunni vítt og breitt landið sem við þurfum svo nauðsynlega á að halda. Þannig að ég held að við þurfum að huga því hvort þetta er besta leiðin til þess. Ég er ekki viss. Ég heyri líka hina hliðina hjá almennum safnaðarbörnum, býtu akkur á presturinn að njóta einhverja fríðinda við það að búa hérna meðal okkur. Er það svona mikil kvöð á prestinn að búa hérna með okkur? Hvernig stendur á því að hann þarf einhverja sérstaka meðgjöflu? Þetta er sama og var og Steindór nefndi áðan með kennara og það sem voru í kringum það. Á þessu var bara tekið. Og ég heyra menn að tala hérna læknaskortinn. Ég veit því miður, allt og mörg dæmum það að læknisbústaður hefur ekki leyst þann vanda. Því miður. Hann dugar ekki til. Við erum með að mínum mati ákveðin þjóðfélagsvanda sem er miklu víðtækari heldur en bara svona einangrum mál. En enn á aftur, gefum okkur góðan tíma til að ræða málið vegna þess að það er mikilvægt. Þetta er svolítið stórt mál og við höfum klár markmið. Við erum held í öll, og Rúnar orðaði það svo skemmtilega áðan, það hljómar kannski vel saman markaðslega. Ég get glatt Rúnar með því, það hljómar alls ekki vel í mínum eyrum. Markaðslega er ekki eitthvað sem hljómar vel hjá mér. Það er búið að prenta upp málið, þetta orð er komið út. Það er ekki lengur í tillögunni, sem betur fer. Það er ekki þar. Heldur almenn leiguverð viðmið. Og síðan erum við með þeir alls konar skiljiði fyrirvarar. Það er ekki einhvað bara ein lína, heldur er eftir að taka tillit til ýmsa þátta. Þannig að þetta er ekki svolítið svart og hvítt, þetta er flókið og enn og aftur vöndum okkur. Embættisbústaðarnir, það er líka rétt að við verið bent á. Þeir hafa gengt margs konar hlutverki og gera það í dag, en það er verulega breytt við það. Það er ekki allstaðar eins og það var. Og við vitum og það kom hér fram áðan í ágætri ræðu það að yngri prestar til dæmis mun ekki sækja í prestbústaði marga hverja eins og þeir eru í dag. Og þetta held ég eitthvað sem við þurfum að skoða líka. Þó að það sé það sem við teljum eðlilegt að séu prestbústaði, kannski þurfum við að selja þann gamla skiljiði og kaupa nýjan, breyta, vegna þess að
þeir passa bara ekki lengur inn í nútíman. Það fólk sem að koma og þjóna okkur, það gerir aðrar kröfur til húsnæðis heldur en gerðar voru fyrir einhverjum áratugum. En ágætu kirkjuþingsfulltrúar, ég ætla ekki að fara að lengja þetta mikið, ég vil bara ítreka að ég þakka umræðuna og ég tel mikilvægt að við tökum hana og vöndum okkur við málið vegna þess að það mikilvægt að ná niðurstöðu í það og hún sé vönduð. Forseti vill geta þess að Þuríður Björg Víum vék af fundi, þannig það sé haldið til haga, hún í leiguhúsnæði. Þá tekur til máls Guðni Már Harðarson og eftir honum Magnús Erlingsson og síðan frummælendur. Forseti, það nú eiginlega búið að segja mest af því sem ég langaði að segja. En mér langar bara ítreka, ég held að það sé aldrei gott að fara í forsendubrest og frekar að hugsa þetta eftir að næsti kemur. Svo langar mér líka ítreka að gagngjaldið sem við fáum kemur fyrst og fremst vegna gjafa á landinu, allt landið kring og við skuldum bara landsmiðina að gera allt sem við getum til að sé alltaf fýsilegt að búa hvar sem er. Það sé ekkert olnbogabarn til í sóknir sem ekki fýsileg út af landfræðilegum stöðum og það hefur verið bent ef við lesið í gegnum þau álit sem voru skilað með að það líklegt að menn og það sé alltaf fýsilegar að leita í byggðir sem eru með hraðri eignamyndun varðandi húsnæði. Þannig við þurfum að gera, en það líka vandamála eftir að við höfum verið að selja ýmis prestegna, þá finnst mér orðið svolítið og ég held við þurfum að leita einhverju kerfi sem meira sanngjarnt og af því að þú getur verið kannski í sama prestakalli eða mjög nálægt prest sem að annar nýtur mikilvæg kjara í gegnum en eiginlega alltaf í frekar lélugu húsnæði af því að því ekki sinnt vel og fjárhagstillögur gera ekki ráð fyrir að sé sinnt. Ég myndi ekki sinna húsinu mínu ef ég sinnti jafn mikið og ef gert ráð fyrir að prestbústaðnum þá verða þær ekki góðir. Þannig að ég eiginlega ekki að setja neina sérstaka tillögina fram, ég bara segja að það mörg vandamál í þessu og mér finnst þessi tillaga ekki endilega að leysa þau. Ég myndi vilja fá meiri umræðu almennt en forsendubrest vil ég ekki standa fyrir og það skrítið ef þú ert búin að gera einhvern samning og þú ert ekki að standa við hann í húsnæðismálum. Og síðan annað sem ég vildi segja og nei, það var komið fram, þannig að það takk. Til máls tekur Magnús Erlingsson, hann víkur frá, ætlar ekki að taka til máls, þá tekur til máls Stefán Magnússon, frummælandi, 8. máli. Forseti, ég vil nú þakka ágættar umræður þessi mál og það nú æra óstöðun að við ætla að fara í gegnum viðbrögð hvers og eins en almennt séð og heilt yfir voru þetta góðar og gagnlegar umræður. Við getum ekki miðað leigugjald á eignum kirkjunar við einhvern lægsta samnefnara. Það ekki hægt. Og við hljótum að þurfa að taka tillit til aðstæðna á hverjum stað. Og ég vil meina að það sé gert í þessu máli. Ég var að reyna að draga fram það sem ég las hér í greinargerð þá frádrættarliði sem að kæmu frádrátt frá leigukostnaði. Og menn hafa bent réttilega á það að prestbústaðir, sumstaðar, ekki allstaðar, eru nýttir við skulum bara segja almannaþágu fyrir sóknir og prestaköll. Á öðrum stöðum það orðið þannig að það fínasta starfsaðstaða og skrifstofa bara nánast kannski næsta húsi
Þar háttar málum bara allt öðruvísi til heldur en þá á næsta prestakalli þar sem aðstæðurnar allt öðruvísi, sko. Og ég veit ekki hvort að menn geta eða menn geta bara alls ekki sett eina reglu fyrir allt, og það er það sem við erum að reyna að gera í þessari máli. Það eru þessi frádráttarliðir sem rætt. Það er hins vegar mjög flókið að búa til starfsreglur sem eiga að þóknast öllum í þessu samhengi. Það er eiginlega vonandi að verða liðin tíð að við séum með starfsreglur sem eru svo niður njörvaðar að það sé ekki nokkuð lifandis leið að vinna eftir þeim, Það gengur ekki heldur. Og ég held að stórum hlutast til snúist þetta traust. Ætla menn að treysta þjónustumiðstöð kirkjunnar til þess að gera vel í þessu máli. Það er ekki verið að leggja hér til að leigugjald fari upp allar hæðir, Það er hins vegar mjög óeðlilegt að vera með leigugjald í þeim upphæðum sem það er núna, sem er afar lágt. Og ég tek undir það að jarðir lúta alveg sérstökum lögmálum, prestssetursjarðirnar vegna þess að þar eru alveg örugglega verðmæti sem við gerum okkur ekki eins og grein fyrir núna, Þannig ég er alveg sammála því sjónarmiði. Við verðum líka í þessu máli að gæta jafnræðis með presta. Við getum ekki hækkað leigu hjá einum á grundvelli þessara nýju laga en ekki hjá þeim næsta. Það er allavega eitthvað sem hljómar ekkert sérstaklega vel í mínum eyrum, Og þessi gamla regla að þetta taki gildi þegar sem prestur lætur af störfum eða þegar nýr prestur kemur, það er dálítið mikið liðin tíð. Hér snemma á 20. öld var ákveðið að leggja niður bægis að prestarkalli í Eyjafirði þegar prestur léti af störfum, eins og við þekkjum. 40 árum síðar lagði hann niður störf. Það liggur eiginlega hlutarins eðli, segi ég. Ef við ætlum að hafa traust á þessu ferli, þá mun hærri leiga, og ég er ekki að tala um 5, 6, 7, 800.000 krónur leigu eitthvað svoleiðis, eða neitt námunda við það. Ég bara hef ekki trúað því. Ef við bætum hækkandi leigu við þær tekjur sem kynni að koma af sölu prestssetra sem við teljum ekki skynsamlegt að eiga, þá er komin þó nokkuð sjóður til að viðhalda því sem eftir stendur, og það er brýn þörf á að gera það. Virkilega mikil þörf á að gera það. Og það er til vansa að við skulum vera með þetta stórt eignasafn sem er ekki nógu vel viðhaldið. Eins og það er líka til vansa að sumir virðast fá viðhald á sínum eignum meðan aðrir fá það ekki. Og er það spurningum hver er frekastur og hefur hæst. Það er ekkert góð regla. Og nú er komin eitt atriði sem ýtir mönnum fram að röðuna, það er myglan. Ef menn svo heppnir að fá myglu í húsið, eða geta sýnt fram á það, eða haldið því fram, þá fá menn viðhald.
Þetta er náttúrulega ekki boðlegt, sko. Svo er þetta náttúrulega eðlilega, þetta er tekið sem kjara umræða. Ég er ekki viss að það sé rétt að munstra þetta við kjara umræðu. Það er líka bara prestarna sjálfra, sko. Hvað gerðist í kjaramálum hérna allra síðustu ár? Af hverju sátu landsbyggðarprestar þar eftir svona mikið, sko? Og ef þetta er svona mikið kjaramál, er þá ekki best að reyna að botna hlut okkar hér á kirkjuþingi fyrr en seinna til að sé hægt að taka þetta með markvissum hætti í kjaraviðræðunum? Eða ætla menn að bíða þangað til að kjaralotan núna sem stendur framundan er búin og bíða svo í 3 ár eða 5 ár eða hvað það kann að vera eftir að geta tekið þetta upp í kjaraviðræðum? Mér finnst það ekki skynsamlegt. Það kann að vera að mönnum finnist það. Nú, ég held kannski að ég láti bara gott heita en þakka góðar ábendingar og góðar umræður og legg til að þetta mál fari í löggjafarnefnd og þá væntanlega ásamt hinum málunni, trú ég. Takk fyrir. Þá tekur til máls Guðmundur Þór Guðmundsson, framsögumaður í 9. máli. Forseti, ég segi eins og flutningsmaður Árna, þakka bara mjög góða umræðu og gagnlega og ég get ekki fundið það að 9. málið hafi svona fengið mér harða gagnrýni en að sjálfsögðu verður það örgulega vanda til verka við meðferð þess máls í þeirri nefnd sem það fær. Ég kannski vil leyfa mér að árétta og undirstrika það að þessi 2 mál eru dálítið flutt í samhengi við þessa skýrslu sem ég nefndi og sem var til umfjöllunar á síðasta kirkjuþingi, en auðvitað veit ég að margir núverandi fulltrúa sátu ekki á því þingi, en hún sem sagt skýrslan aðgengileg á vef kirkjunnar undir málaskrá síðasta þings og bara held að það veri mjög gagnlegt að renna yfir. Hún ekkert mjög löng og þar einmitt gerð þessi tillaga eins og ég nefndi það hvaða eignir ætti að halda í og hvað ætti að selja. Með leyfi forseta, ég kannski myndi vilja benda á kannski tvennt. Það kann að vera að hafa gætt einhvers misskilnings held ég að hér sé verið að fjalla sölu fasteigna. Ég held að það sé frekar í 12. máli. En ég semst bara benda á þetta. Nú síðan vildi ég bara á þessu að ég sé á nokkurn hátt að fara inn í efnislega umræðu leigugjaldið, alls ekki. Þá vildi bara til að útskýra aðeins regluverkið sem í kringum það mál. Það þannig að 1. janúar 1994 verður til prestssetrasjóður og í þágildandi lögum sjóðinn sagði prestum ber að gjalda prestssetrasjóði leigu fyrir prestssetur, sjóðstjórn ákveður leigukjör, þar með tali leigugjald og gerir leigusamninga við presta prestssetur og svo framvegis. Og ég tel að ég muni það rétt að þetta tilkomið vegna þess að það auðvitað ekki og var ekki það að ræða að það væri sem sagt samningaviðræður leigu á fasteigninni því að menn sóttu embætti og fengu og þar með var þeim almennt skylt að flytja inn í eignina sem embættinu tilheyrði. Ég vildi bara segja þetta er bara forsendan frá þessu tímamarki að þjóðkirkjan tók við þessari umsýslu, en ég get þess líka hér að lokum að eins og ég sagði í framsögu að ég legg til að þetta mál fylgi bara 8. máli, þannig að það þá tillagan að það fari í löggjafarnefnd, aðra umræðu löggjafarnefnd. Fyrri umræðu lokið 8. og 9. mál og lagt til að máli fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki, takk fyrir, síðan það samþykkt af nánast öllum. Lagt til að máli fari til löggjafarnefndar, sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Það engin að móti, það samþykkt samhljóða og þá fer máli til löggjafarnefndar. Fyrir þá tekið
24. mál. Það er tillaga til þingsályktunar um endurskoðun starfsreglna skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Það er flutt af Steindóri R. Haraldssyni, Óskari Magnússyni, Áslaugu Kristjánsdóttur og tekur þá framsögumaður til máls og það er málið til fyrri umræðu. Það er Steindór Runeberg Haraldsson. Gjörðu svo vel. Forseti, þetta er ekki þægilegt. Það er allt og lítið pontur. Ekki hægt að færa þetta bara? Þetta er svo vond, sko. Svona? Svona, þetta er betra. Ok. Forseti, ég flyt hér þetta mál. Kirkjuþing 22-23 samþykkir að fela forsætisnefnd að láta fram endurskoðun á starfsreglum í skipulag kirkjunnar í héraði. Greinargerðin er stutt og síðasta kjörtímabili kirkjuþings var hrint í framkvæmd hluta af stefnumörkum biskupafundar sameiningu prestakalla. Ekki fylgdi þessari stefnumörkun endurskoðun á starfsreglum í skipulag kirkjunnar í héraði. Flutningsmenn telja nauðsynlegt að starfsreglurnar verði endurskoðaðar. Meðal annars þurfi að standa betur að samráð og kynningu við söfnuð í héraði og að setja þurfi ákvæði val á sóknarpresti í sameinuðu prestakalli. Eins og framkvæmdir nú er ákvörðun hver verði sóknarprestur í sameinuðu prestakalli tekin án þess að söfnuður hins nýja prestakalls hafi þar áhrif. Og svo er talað hér fylgiskjal að það sé 3 manna nefnd. Í sjálfum sér teljum við ekkert endilega að það þurfi einhverju 3 manna nefnd. Það er hægt að ég vænti þess að þessu verði vísað til löggjafarnefndar og það má alveg hugsa sér að eins og við höfum verið að gera upp á síðkastið að fá frekar þá starfsfólk kirkjunnar til þess að vinna þetta í stað þess að skipa nefnd sem kostar okkur peninga. Það er alveg ljóst í mínum huga að þegar sameining prestakalla á sér stað, þá er lykilatriði, algjört lykilatriði, að það eigi sér góð kynning og samræður í héraði. Ég hef reynslu af hvoru tveggja. Annars vegar að það fór engin samræða fram eða samvinna, kynning og annað slíkt og það gerðist í fyrra og þar er allt í upplausn og mjög slæmt ástand. Hins vegar það sem að gert var núna fyrir þetta þing núna á þessu hausti, þá var önnur sameiningartillaga í mínu héraði þar sem að fóru fram góðar umræður á fundum í héraði með heimafólki. Og það er bara algjört lykilatriði og ég er ekki að kenna einum eða neinum þetta. Ég held að þurfa að halda bara betur þessi mál og gera þetta og taka það inn í reglur hvernig þetta er gert, vegna þess að þetta eru viðkvæm mál sem við erum að fjalla og við eigum skilyrðislaust að bera virðingu fyrir fólkinu sem að þarf að fara eftir þeim nýju reglum þegar við sameinum prestaköll. Og þess vegna er þetta nú lagt til hér. Hvað varðar hver verður sóknarprestur í nýju prestakalli? Þá hefur hefðin verið sú að sá sem eru elstur að starfsreynslu verði það er hefð. Og það er ekkert endilega víst að fólkið eða jafnvel prestarnir allir séu sammála það. Og það er ástæðingarsteinn eins og í mínu héraði, hvernig það var að því var staðið.
Þess vegna þarf eiginlega að setja þetta reglur sem við förum eftir. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta, en ég óska eftir því að þetta verði tekið til athugunar og umfjöllunar í löggjafarnefndinni og vísa þangað og til annar umræðu. Takk. Orðið laust. Enginn til máls tekur, nei, Bryndís Malla, varstu að biðja orðið? Nei, orðið laust bara aftur en enginn hvatt sér hljóðs þannig að fyrri umræðu lokið. Lagt til að máli fari til síðar umræðu til sem geta samþykkt daggjörðsvalgjamerki. Takk fyrir, sýnist allir réttu pönd. Lagt til að máli fari til löggjafarnefndar þeir sem geta samþykkt daggjörðsvalgjamerki. Takk fyrir, það eru allir sammála því. Þá tökum við fyrir 25. mál. Það er tillaga til þingsályktunar jöfn laun allra presta, flutt af Steindóri Haraldssyni og fleirum og tekur framsögumaður til máls í fyrri umræðu. Það er ég er bara að finna þetta. Þetta allt í lagi, það hleypur ekki á okkur. Forseti, hér mál til umræðu sem að ég hef ákveðið að draga tilbaka en ég ætla að hafa nokkur orð það, samt sem áður. Ég reyndar ekki saman það hefur verið upp í umræðu það að þetta mál eigi ekki heima hér á þinginu og ég ekki sammála því en ég, eins og svo oft áður, ber virðingu fyrir öllum skoðunum þó það sé ekki mínar. Það er bara þannig. Við þurfum að læra það líka. Bera virðingu fyrir öðrum skoðunum en eigin. Ég vil segja það að það sem ég mun gera er að ég mun senda kjaranefnd erindi og ég mun ganga þannig frá því erindi að það komi erindi frá kjaranefnd aftur inn til kirkjuþings. Það er ljóst. Ég kann þetta allt saman og ég geri þetta bara svona. En ég vil líka taka það fram að aðrir, hver sem hér inni getur tekið málið upp og flutta, en ég ger þetta með þessum hætti, ég dreg það persónulega tilbaka, en ég get ekki talað fyrir aðra sem eru flutningsmenn. Greinargerðin fylgir þessu og það sem ég ætlaðist til var ekki að ræða launagreiðslur beint til presta, heldur þá stefnu sem kirkjan hefur. Ég tel að þær ákvarðanir laun presta, grunnforsendurnar fyrir þeirri ákvarðanatöku séu rangar. Þess vegna lagði ég þetta fram, en ég dreg málið tilbaka. Framsögumaður leggur til að málið sé dregið tilbaka eða hann dregur það tilbaka. Er það samþykkt af kirkjuþingi? Þeir sem að samþykki það gjör svo vel að gefa merkið, þeir sem á móti, það er samþykkt, þannig að þá verður málið ekki til umræðu. Fyrir þá tekið 12. mál, það er tillaga til þingsályktunar sölu fasteigna, það er flutt af Önnu Guðrúnu Sigurðardóttur og Einari Má Sigurðarsyni og það er til fyrri umræðu. Framsögumaður er Einar Már Sigurðarson og tekur hann nú til máls. Forseti, ég mæli hér fyrir tillögu sem ég flyt ásamt Önnu Guðrúnu Sigurvinsdóttur. Þetta er tillaga sölu fasteigna. Ég held að sé rétt að hafa smá eingang af málinu vegna þess að ég man eftir því fyrst þegar ég sá svona tillögu þá brá mér svolítið. Þannig að ég tel eðlilegt að nýir kirkjuþingsfulltrúar séu kannski á svipuðum slóðum. Það er auðvelt að skilja þetta þannig að þetta sé bara listi yfir það sem selja skal, en þannig er það ekki. Ég held með þessu og ég held síðan allt í lagi, ég rak bara augun í það núna áðan, fyrstu setninguna, kirkjuþing
2022 samþykir að fela framkvæmdanefnd Kirkjuþings að selja eftirtalda fasteignir enda fáist viðunandi söluverð. Svona hefur þetta verið orðað. Ég held að sé heppilegra og vil bara biðja nefndina að fara vel yfir það sem fær málið að hafa orðið heimilar sem samþykir að heimila framkvæmdanefnd Kirkjuþings, skiljiði. Ekki fela, það er eftir að skilja það þannig skilja að það er bara að framkomast. Þannig að þetta er raunverulega heimild ef aðstæður og annað kalla á það. Og síðan er upptalningin og við ræddum það mikið. Ég ætla ekki að lesa það allt saman upp, þið hafið þetta framan ykkur, sérstaklega með jarðirnar. Og svo umræða kom aftur upp hér í dag var líka á október þingin okkar. Við ræddum hvort við að kippa þeim út, en við töldum rétt að væri inn í fyrstu umræðu og nefndin færi síðan yfir það. Ég er í hópi þeirra sem hef miklar efasemdir sölujarða og það þarf allavega að vanda það gífur og það þarf að vera mjög sterk rök fyrir því ef það er gert. Þetta byggir hins vegar, eins og segir í greinargerðinni, á tillögu nefndar sem skilaði af sér á kirkjuþingi 2021-2022. Þar var þetta inni. Þannig að það er grunnurinn og síðan er nauðsynlegt, það er líka breyting, hérna erum við að gera ráð fyrir því að þetta gildi, þessi heimild, hún gildi þetta kjörtímabil. Og það held ég að sé líka mikilvægt að við séum ekki að vera með ár og ár í einu vegna þess að það er oft langur aðdragandi að hlutum, það þarf að taka tillit til ýmsra hluta, það er ekki til dæmis verið að tala um það, eðlilega ekki að fara að selja ofan að prestum sem búa í einhverjum af þessum húseignum, slíkt er ekkit inn í myndinni, þannig að það sé algjörlega skýrt, slíkt er ekki á dagskrá. Hins vegar getur á tímabilinu eða eitthvað verið framundan og það er eðlilegt að fara yfir það við viðkomandi sem að býr, hvort að eitthvað sé í farvatninu og þá er eðlilegt að mál séu skoðuð. Það er ýmsar hliðar sem geta komið upp, það er til dæmis það eins og var rætt í fyrra máli hér að það getur hafa verið lögð mikil vinna í viðhald eða breytingar sem að gerir eignina verðmeiri sem að þarf þá að ná samkomulagi hvernig greitt er fyrir og ýmsir svona þættir sem þarf að skoða. En sem sagt, þetta væri þá það sem væri möguleiki eða heimilt að kanna sölu á og selja ef aðstæður leyfa og svo framvegis, en ekki að það beri að gera slíkt. Og það er líka ýmislegt sem þarf að taka tillit til, en svo menn hafa svo sem nefnt, það er líka bara söguleg og menningarlegt sem að við þurfum að skoða. Þannig að það sé algjörlega ljóst strax í upphafi að hér er engin æsingur á ferðum að fara að rjúka til einhverja magnsölu, heldur bara það að ef aðstæður leyfa þá sé það kannað, er rétt að selja þetta núna eða ekki. Það var náttúrulega þannig á tímabili eins og þið þekkið að fasteignamarkaðurinn var með þeim hætti að það var mikilvægt raunverulega kannski að nýta tækifærið og selja meðan það gaf vel af sér, en nú er ýmislegt sem benda til þess að sé nú eitthvað að draga úr því. Þannig að allt svona þurfum við að sjálfsögðu að hafa inn í myndinni. Bara lokum, þessi listi er sem sagt raunverulega eins langur og hugsast getur. Það er algjörlega opið að hálfu flutningsmanna að nefnd fækki á listanum og veki sérstaklega athygli á jörðunum sem að ég held að þurfi alveg sérstaklega að vanda sig við og það þurfi mikil rök í mínum huga fyrir því að jörð sé seld. Fjórir hafa kvatt sér hljós og tekur þá fyrstu til máls Stefán Magnússon, eftir honum talar Arna Gretarsdóttir, síðan Steindór Haraldsson, Rúna Vilhjálmsson, Elíborg Sturludóttir og Guðni Már. Forseti, það er sjálfsagt og eðlilegt að svona mál komi fram
og ég tek undir það að það miklu eðlilegra að þarna standi heimila í staðinn fyrir félag. Ég held að það liggur bara fyrir. Það þarf bara að breyta því. Síðan það hluti af þessari umræðu, skulum við segja. Við eigum þó nokkuð mikið af prestbústöðum sem eru stórir, 200-400 fermetrar og dýrir í viðhaldi með lága leigu, og það væri í mörgum tilfellum einboðið og skynsamlegt að selja þessar eignir sem við eigum og kaupa aðra eign, hentugri og minni og í betra ástandi í skulum við segja bara sama prestakalli. Við verðum að halda okkur við þann raunveruleika sem við búum við og sko, við getum ekki ætlast til að halda í eignir út í hið óendanlega þegar auðsjáanlega við höfum ekki fjármuni til að halda því við. Það er bara dæmi sem gengur ekkert upp og þess vegna en það sem ég hef hér sagt, það er mjög flókið í framkvæmd vegna þess að kirkjuþing þarf að taka ákvörðun um sölu eigna og kaup eigna. Ég velti fyrir mig hvort að hægt að koma því þannig fyrir að það þurfi ekki kirkjuþing til þess að skiptum eign í prestakalli. Heldur að sé starfsfólki okkar og framkvæmdanefnd væntanlega treyst fyrir þessu verkefni. Eins og ég sagði áðan, sko, ef við höfum ekki traust á hlutunum, þá gengur þetta aldrei upp hjá okkur, bara aldrei, sko. Þá getum við verið að berjast hér, við hvort annað í öllum mögulegum og ómögulegum málum og komumst ekkert á leið að því við treystum ekki því að hlutirnir gangi fyrir sig, sko. Og erum svo innilega ákveðin í því að ef við sleppum hendina á einhverju sem að núna stendur á blaði, að þá sé allt að fara að fjandast til. Og það er einhvern veginn eitthvað sem við þurfum að breyta. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir, eftir henni talar Steindór Runeberg Haraldsson. Forseti. Já, ég kem hérna upp til þess að lýsa þeirri skoðun minni að fasteignir kirkjunnar eigi ekki að selja. Að nú eigi bara hreinlega að stoppa vegna þess að við þurfum að standa vörð arf kynslóðana. Við erum bara komin þangað. Ef að þessi 15 fasteignalisti er samþykktur hér, þá eru eftir 30 fasteignir í eignasafni kirkjunnar auk Skálholts, 30. Og af hverju þá ekki að setja þetta bara allt saman undir og selja þetta allt saman og við þurfum ekkert að hugsa það meira? Ætlum við að fara þannig með fasteignasafn fyrir næstu kynslóð? Fasteignasafn kirkjunnar er verðmæti sem okkur ber að standa vörðum og líklega er það svo að við höfum ekkert staðið sérstaklega vel vörðum það vegna viðhaldsleysis. Við höfum kannski ekki stýrt því nógu vel í hvert peningarnir fara eða hvernig þessi er háttað. En ég er allavega búin að koma því vel til skila að ég er algjörlega mótfallin því að þetta að sé gefin hvorki heimild eða leyfi eða hvernig svo sem það er orðað að selja meira. Við erum búin að vera að selja líklega 40-60 fasteignir síðustu 20-30 árin. Bara svo það sé sagt. Fasteign í dag er líklega svo besta fjárfesting sem hægt að fara í. Og þetta geta þeir sem að höndla með fasteignir líklega sagt og þetta geta líka þeir sem að fjárfesta með peningana sína sagt okkur.
Þetta er bara þannig. Það er annað, inn í þessu máli er annað mál og það er að inn á þennan sölulista eða þennan lista þar sem á að heimila sölu fasteigna er Biskupsgarður. Ég er búið að taka einhverja umræðu það hvort að kirkjan ætli að veita biskupi Íslands bústað eða vera með embættisbústað fyrir biskup Íslands. Ég man ekki eftir að sú umræða hafi verið tekin en því er svona laumað þarna inn. Svolítið áhugavert. Eða verður ekki fyrst að ákveða það hvort það eigi að vera Biskupsgarður og reyna að finna einhverja leið eða eigum við fyrst bara að selja og taka svo ákvörðun. Mér finnst þetta ekki mjög faglegt vinnubragð. Það er nú bara mín skoðun. Það er ennþá mér vitandi og þið megið leiðrétta mig ef ykkur eitthvað veit betur með leyfi forseta að þá er mér vitandi ennþá bara biskuparnir sem eru með búsetuskyldu ennþá. Prestarnir eru ekki búsetuskyldu en biskuparnir eru það. Er það ekki? Ég held að ég farin við rétt mál. Og við erum samt með Bergstaðastræti á lista þarna. Við erum líka með jarðir sem að koma þetta fram áðan. Við erum með jarðir sem eru svo verðmætar að við mögulega sjáum það ekki í dag. Jarðir kirkjunnar eru verðmætar til dæmis sökum matvæla öryggis sem er mikið rætt í dag. Vegna loftslags málana og sem er náttúrulega byrjað að gróðursetja á kirkjujarðunum og við þekkjum vel sem að höfum verið að fylgjast með þeim málum. Þannig að það er svo gríðarlega margt þarna undir og þetta fjallar ekki vantraust, þetta fjallar það að mér finnst að við þurfum að standa vörð þessar fáu eignir sem eftir eru. Þessar fáu eignir, jarðir og fasteignir sem eftir eru. Kirkjuþing kemur saman að minnstakosti tvisvar á hverju ári, að minnstakosti tvisvar nú orðið og það er ekkert mál ef að kemur upp svo staða að það þurfi nauðsynlega og þá segi ég það vegna þess að ég hef þá skoðun að ég ekki að selja neitt ef það kemur upp svo staða að þurfi nauðsynlega að leysa eitthvað mál með sölu þá er bara ekkert mál að leggja það fyrir kirkjuþing hverju sinni og útskýra það hvers vegna. Stöndum vörð silfur kirkjunar fyrir komandi kynslóðir. Takk. Til máls tekur Steindór Unnarsson Haraldsson og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, ég á erfitt með að leggja mat á þennan lista. Það er mín skoðun að það húsnæði, þá er ég að tala prestbústaði í þorpum og bæjum landsins, að þar sem er húsnæði sem að fyrir séð að muni bara vera útlagður kostnaði fyrir kirkjuna og aldrei koma til með að annað en að verða baggi, að það sé að skoða það. Það er ekki hægt að taka hennar lista alveg svona, það þarf að skoða þetta allt, hvert einasta atriði fyrir sig. Ég get ekki lagt mat á þetta. Svo legg ég til að nefndin sem að fær þetta, hún skoði það alvarlega hvort að fela eigi framkvæmdanefnd eða framkvæmdastjóra. Mér finnst það skipta máli. Það vill svo til að því miður að mínum mati þá er tillaga sem ég lagði hér fram í haust eða fyrir 4 vikum. Hún liggur enn og verður ekki til umræðu fyrir inn í mars endurskoðun eins og gert var fyrir endurskoðun á starfi framkvæmdanefndar sem hefur haft þetta ár, heilt ár sem hefur verið mikið álag á henni
og framkvæmdastjóri tekur til starfa á miðju ári og það var alltaf meiningin, ef þið lesið erindisbréfið, sem sami var, að það var alltaf meiningin að þessi nefnd héti eftirlitsnefnd, því var breytt í framkvæmdanefnd og hér er hún greinilega komin í stöðu kirkjuráðs og það er ekki samkvæmt því sem að ég persónulega vil og ég held að við erum að festa hana kannski með þessu í því fari. En það er ekki rætt hér á þessu þingi núna, hvorki prókúru né þetta mál sem ég lagði til fyrir í mars og mér finnst það miður. En ég hef þessar þessi varaorð þetta mál. Takk fyrir. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir hann talar Elínborg Sturludóttir. Já, forseti. Ég vil byrja á að taka undir með Stefáni hér áðan að það er mikilvægt í umræðum af þessu tagi, þar sem við ræðum eignir og útleigu á eignum og sölu á eignum, að við treystum hvort öðru í umræðunni og göngum út frá því að við séum öll að bera hag kirkjunnar okkar fyrir brjósti sem ég er sannfærður og að við viljum öll að fjármunir kirkjunnar nýti sem best í þágu þjónustu kirkjunnar við fólkið í landinu. Ég held að við viljum það öll og ef við viljum það öll þá er verulegur grundvöllur til að ná niðurstöðu í þessum málum, bæði eignamálum kirkjunnar og leigumálum kirkjunnar, alveg klárlega. Ég hrökk nú svolítið við því ég las þessa tillögu, ég get nú tekið undir það að það kannski kannast af því eins og Einar nefndi að ég hef ekki verið inn í aðdraganda þessa máls, en það sem ástæðan fyrir ég hrökk nokkuð við var þetta orðalega að fela framkvæmdanefnd að selja og Einar, ég gerði nú tillögu strax að breytingu sem Einar gerði nú sjálfur þarna strax í upphafi málsins. Þetta geti ekki verið annað en spurningu heimild til sölu. En þarna stendur, og það olli því líka ég rak stór augu upp, að það stendur enda fáist viðunandi söluverð. Það hvort ákvörðun er tekin að selja hlýtur að ráðast af fleiru heldur en því hvort á einhverjum tíma fáist viðunandi söluverð. Hvernig sem við skilgreinum viðunandi söluverð sem eru þetta mjög fljótandi hugtak, svo við vitum. Og hér hefur verið rætt aðeins þennan viðkvæma markað fyrir húsnæði á landsbyggðinni. Það geta verið hagkvæmni sjónarmið að eiga áfram eign og halda henni við, gera henni betur heldur en hefur verið gert og halda henni við, enda þótt fáist viðunandi verð. Hér þarf fyrst og fremst að gæta að tvennu finnst mér, hagkvæmni sjónarmiðum í víðari skilningi og svo hins vegar markmiðum þjónustunar á hverju svæði. Því það þarf líka að taka inn í þessa mynd ákvörðun það hvort eigi að selja eða ekki að selja. Og svo finnst mér þetta að fela í sér heilmikið framsal af hálfu þingsins til framkvæmdanefndar og ég er að spyrja mig svolítið hvort að framkvæmdanefnd sé þarna komin í aðeins rýmra hlutverk heldur en henni var ætlað sem eftirlitsaðila með ákvörðunum þingsins þegar hún er komin með svona víðtækt söluumboð á 15 eigum kirkjunnar, þar með talið jörðum og biskupsgarði. Ég hef verulegar efasemdir það framsal og ég tek undir með ræðumanni hér á undan að það finnst mér eðlilegra af því að aðstæður í hverju tilviki geta verið ólíkar og ég er alveg klár á því að þær eru ólíkar og rökin fyrir sölu geta verið ólíkar eða ólík frá hverju dæmi hér til annars að það veri eðlilegra að gera tillögu að sölu á tilteknum eignum í tilteknum tilvikum vegna tilgreindra röksemda en ekki með þessu heildsölu fyrirkomulagi sem hér er lagt til og þá væru þá bæði hagkvæmni sjónarmið og þjónustu sjónarmiðin í huga. Takk. Það eru 7 á mælendaskrá. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir, eftir henni Guðni Már Harðarson.
Forseti, ég ætla nú ekki að hafa þetta langt af því að umræðan er orðin löng og ég veit að þið eru orðin kaffiþyrst, en ég vildi bara árétta það sem að ég hef nú þegar sagt hér í þessum ræðustóli að þarna eru auðvitað jarðir sem ég hygg að þurfi algjörlega að standa vörðum. Og líka ég tek undir það sem að Rúnar Vilhjálmsson var að segja. Ég held að þurfi að virkilega skoða hverju og eina eign og færa fyrir því mjög ígrundu rök að það sé ástæða til þess að selja þau. Og minni líka á það sem segir í lögunum að aðstæður geti verið þannig á fasteignamarkaði á hverjum stað að það sé bara mjög óskynsamlegt að selja þessar eignir. Þannig að ég held að við þurfum virkilega, þau sem að fjalla síðan málið, ef að líkum lætur þessu verði vísað til nefndar, að það þurfa virkilega að skoða þennan lista afar vel með það í huga að það þarf að tryggja það að þjónustuna við fólkið og boðun trúarinnar. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum talar Sigurður Grétar Sigurðsson og síðan Jónína Rós Guðmundsdóttir. Já, forseti, ég held ég geti tekið undir með öllum sem hér hafa sagt að einhverju leyti. Fyrir það fyrsta þá langar mig að segja það sem ég mun alltaf segja þegar jarðir koma upp og ætla þá að tala til afkomenda mína sem finna þetta einhvern tímann á internetinu eftir 200 ár þegar að við verðum kannski allt öðru loftslagi og jarðir verður kannski það mikilvægasta sem heimurinn á. Ég samþykkti aldrei að selja neina jörð. Hvað fasteignirnar varðar, þá finnst mér að vera að skoða hvert tilvik fyrir sig og til dæmis ég bara ekkert að skoða fasteignamarkaðinn annars staðar en í Reykjavík, þannig að ég veit bara, geta aðeins talað Bergstaðastræti 75. Ég held að margir myndu hugsa þannig, ef ég mögulega get átt þá eign, þá vil ég bara eiga hana. Af því að hún er verðmæt og í miðbænum og hún er góð. Ég held líka meðan að biskup er með búskyldu þarna, þá sé ekki hægt að selja hana og svo ég segi áðan, það er heldur ég vil ekki verða forsendubrest, hins vegar finnst mér alveg sanngjarnt að mætti hækka þá leigu eitthvað án þess að það er forsendubrest að ræða. En það sem ég bara segja er að það skiptir máli líka að hugsa hvert mál fyrir sig. Ég er alveg tilbúin að selja fasteign ef það eru góð rök fyrir því og þá tek ég undir það sem að Stefán var að segja. Kannski ég veit ekki eins og hvernig aðstæður það, kannski bara Fáskrúðsfjörður mjög stórt hús og annars það er hægt að fá okkur betra ef við erum að gera betur. En þá erum við allavega að eignast áfram húsnæði og við erum að varðveita peningana í fasteignum. Ef að við hins vegar seljum fasteignir út af einhverjum rökum sem ég get alveg keypt, þá finnst mér það megi ekki gera það nema það sé tryggt að það fari ekki inn í reksturinn. Það verður þá að fara í sjóð sem maður má ekki nota í neitt annað en að standa vörðum að það verði vígð þjónusta allstaðar landið og það verði einhvers konar reglagerð að það fari í þá átt. Og það er það sem að, ég ætlaði bara að segja þetta. Takk. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum talar Jónína Rós Guðmundsdóttir og það kemur á eftir Árni Helgason og síðan eru 4 á mælendaskrá enn. Við að biðja menn bara því ég held að sé nú komið flest fram að stytta bara málsins svo við getum farið í kaffi og nefndirna geti farið að starfa. Forseti, ég leiði mér að spyrja það tengist þessum lista beint eða óbeint. Ég sé hvergi pressetrið á Vík. Var pressetrið á Vík einhvern tímann á samþykktum sölulista? Það er svona fyrirspurn sem var gott að fá svar við, því það var aðeins nefnt hérna áðan. Eignir náttúrulega eru bara seldar einu sinni, þannig að það er mikilvægt að höfum það í huga og ég er mjög hlynntur því kannski að horfa á að hámarka arðsemi til dæmis jarðanna og það þarf helling sem vinnu að fara í til þess að skoða það eru nú þarna jarðir á þessum lista, þannig að maður setur alveg spurningamerki við hvaða vinnu er búin að fara fram. Þegar tala að hámarka arðsemi þá til dæmis eru margar jarðir sem myndi henta fyrir frístundabyggð. Það getur þjóna algjörlega hagsmunum kirkjunnar. Það væri komið stór frístundabyggð á
á kirkjujörð sem að fyllir síðan sumarkirkjuna á sunnudögum. Þannig að það geta verið svona vinn-vinn aðstæður í þessu ýmsu og geta skapað töluverðar tekjur. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir, eftir henni Árni Helgason og síðan Þuríður Björg Víum. Forseti, hér búið að ræða margt og greinilega í þessum sal mikil skynsemi og svona, þannig að það þarf svo sem ekkert að ræða málin kannski alveg út í hörgul. En mér langar aðeins, ég verð að viðurkenna þegar ég sá þetta mál, manni bregður svolítið þegar maður sér þennan lista og hugsa þarna bara á heima fólk. Þið veitir, hvernig verður því við að sjá þennan lista? En ég mjög glöð að heyra það að það á ekki að henda neinum út. Kannski verður einhverjum bent á að það væri kannski sniðugt að kaupa aðeins minna hús, því að það náttúrulega þannig að óhóflega stór einbýlishús út allt land eru kannski ekki endilega það allra bestu eignir sem að kirkjan á. Það alveg hægt að skoða alla mögulega leiðir. Svo langaði mig bara aðeins að því ég alveg sammála þessar umræðu mér finnst til dæmis vont að sjá þarna Desjamýri og Skeggjastaði sem eru staðir sem ég þekki. Mér langar ekkert til þess að þessar jarðir séu seldar. Þetta náttúrulega höfuðból og dýrmætt land. En þá leið þá get ég ekki annað en hugsað kirkjuna mína til 30 ára, Vallaneskirkju, þar sem að þar var jörðin Vallanes seld ungu fólki og ég get sagt ykkur það var ekki sérstök ánægja með það þegar það var gert. Það var bara allt vitlaust. Þið veitir, það ætlum að fara að selja ykkur hippum þessa jörð, þetta væri nú ekki skynsamlegt. En ég veit ekki neinn mann á völlunum sem óánægður núna með það sem í gangi í Vallanesi. Og það alveg pottþétt og þetta miðstöð og upphafsreitur lífrænnar ræktunar á Íslandi. Það skógrækt, það verið að gera ótrúlega marga hluti sem akkúrat í okkar anda. Þannig við verðum kannski bara svona, örlítið að hugsa. Ég hugsa stundum til dæmis núna, það væri alveg gaman að við hefðum bara lykt þeim, þá værum við kannski aðeins annarri stöðu. En allavega það alls konar í gangi, skiljið. Við þurfum að vera opin og megum ekki bara segja seljum ekkert land, heldur að taka hvert mál og íhuga það vel og vandlega. Til máls tekur Árni Helgason og eftir honum tala Þuríður Björg Víum og síðan Magnús Erlingsson. Forseti, ég ætla að vera mjög stuttorð. Það búið að segja flesta því sem ég ætlaði að segja og ég tek undir það, mér finnst að við þurfum að fara mjög varlega í að selja eignir, sérstaklega jarðir. Mér finnst aðeins annað gilda prestbústaði í þéttbýli. Það megi að horfa á það svolítið öðrum augum vegna þess að ég held að eins og fram hefur komið hérna, það kunna að vera mikil framtíðarverðmæti í jörðunum sem við eigum og við þurfum það þurfa að liggja mjög veigamikil rök fyrir því að selja þær. Síðan annað sem að mér finnst skipta máli og komið þetta fram í umræðum hér málin áðan, það við þurfum að huga hvaða áhrif hefur þetta á sóknirnar í héraði. Ef við erum að selja eignir prestbústaði, kemur það til með að hafa áhrif á þjónustuna í héraði og við verðum að taka það inn í. Síðan velti ég aðeins fyrir mér forsendunum fyrir þessum eignum sem á listanum. Ég hefði viljað sjá einhverja greinargerð það og það kannski gerist þegar þetta fyrir nefnd af hverju þessar jarðir. Nei, fyrirgefið eignir, fasteignir. Mér finnst það skipta máli að við vitum það. Ég tek hins vegar undir það að það engin ástæða til þess að vantreysta framkvæmdanefndinni og framkvæmdastjóra rekstrarstofu að þetta verði selt allt saman í hvelli. Ég held að menn hljóta þurfa að hafa veigamikil rök fyrir því að taka þá ákvörðun, en mér finnst samt eðlilegt að það kæmi allavega leiðbeiningar frá kirkjuþingi hvers vegna við ætlum að leggja til að þessi eða hin eignin verði seld. Síðan auðvitað þetta spurningamerki hægt að gera eitthvað annað en að selja, getum við mynda tekjur á þessum eignum? Hægt að gera eitthvað á þessum eignum eins og Jónína var að nefna það sem gerðist fyrir austan? Það hefði verið miklu betra við ættum þá eignin áfram vegna þess að það verið að auka verðmæti hennar.
Þannig að ég held að menn þurfa að horfa á það. Síðan eins og nefnt hefur verið hérna, við þurfum að vera mjög vakandi fyrir markaðsaðstæðunum. Við þurfum að passa það að við séum ekki að selja eignir þegar markaðirnir eru í lægð. Ef að það búið er að ákveða og menn telja að séu rök til þess að selja einhver eign, þá þurfum við kannski að passa sig á að reyna að gera það á réttum tíma, sem auðvitað engin veit hver er, við varum öll mjög rík ef við vissum það, en við sjáum allavega þegar markaðurinn er að fara niður. Síðan annað sem að mér finnst vert að nefna, það spurningin hvað ætla menn að gera við andvirði þeirra eigna sem seldar verða, ef einhverjar verða seldar. Og mér finnst mjög mikilvægt eins og hérna kom fram hjá fyrri ræðumanni að þetta fari ekki inn í rekstur. Það er að segja að ekki inn í almenna rekstur. Eina undantekningi sem ég sæi væri viðhaldið á öðrum eignum. Það finnst mér eðlilegu farvegur fyrir andvirði sölunar. Og síðan verð ég nefna bara það sem ég nefndi í október á kirkjuþingi, að mér finnst að við þurfum að breyta því hverjir rita firma vegna þess að það tengist þessu beint. Kirkjuþing hefur gefið framkvæmdanefndinni heimild til þess sem hefur framselt vald til prókúruhafa. Mér finnst ekki skynsamlegt að einn aðili geti undirritað slíkt, heldur þurfi alltaf að sækja umboð til framkvæmdanefndar til þess að gera það í hverju tilfelli. Og það er ekki af því að ég vantreysti mönnum til þess, það er bara óþægilegt fyrir menn að vera í þessari stöðu að geta gert þetta. Það er miklu eðlilegra að sækja umboðið í hvers skipti. Og það tekur 5 mínútur, ég get með þessi útbúið það. Til máls tekur Þuríður Björg Víum og eftir henni talar vígslubiskupinn í Skálholti, Kristján Björnsson. Þá tekur Þuríður til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ég sé að þau sem sóttust eftir því að kaupa húsið á Ólafsfirði hafa greinilega hættu kaupin, sem er kannski heppilegt fyrir framkvæmdanefndina, þar sem að munaði engu að það væri farið fram hjá starfsreglum fasteignir. Húsið nefnilega komið á sölulista núna, en var ekki þar í október. Ég langt á eftir, ég held ég verði að fá að tala bara eftir, þetta er eitthvað mjög skrítið. Við munum bara bíða með því Þuríður, en til máls tekur þá Kristján Björnsson og eftir honum Magnús Erlingsson og síðan Stefán Magnússon og Einar Már Sigurðarsson. Forseti, ég ætla að reyna að hafa þetta bara mjög stutt. Það er mjög mikilvægt að þetta er svona ákveðin stefnbreyting í orðalagi á þessari tillögu sem er óheppilegt og gerir það verkum að það er erfitt að samþykkja hana. En það var alltaf talað bara heimild til sölu, að það er veitt heimild til sölu, það er málið sem við erum að fara að samþykkja. Og síðan, en ekki eins og þetta orðað núna, það er fela þeim að selja. Og ég hefði haldið að það væri mjög heppilegt að hafa þetta þannig eins og var ævinlega og tekið upp hjá ríkinu að það veitt heimild til sölu á hverju ári senn, en það er mjög óheppilegt og óheilnæmt fyrir fasteign að vera á sölulista í 4 til 5 ár eins og er hér. Þetta bara er afskaplega óheppilegt. Það er ég ætla aðeins að segja það af því að þetta er svo hárrétt sem hefur komið hérna fram að við verðum að gæta mikillar íhaldssemi í sambandi við það hvaða eignir við erum að fara að selja og fara varlega í það. Og við ættum að standa sem stofnun, sem kirkja, alveg gríðarlega vel í dag fjárhagslega, miðað við það við höfum selt á milli 40 og 50 fasteignir síðan 2007. Þegar við tökum við fasteignunum, pressitrónum 2006, þá voru það nærri því 100 eignir. Sumt var bara númer og landskikar og spildur, eins og járngerðarstaðir og svo framvegis, en við erum búin að vera að selja þetta og ef við erum komið niður í það að við erum að fara að veita núna heimild til sölu á 15 eignum til næstu 4 ára og það er engar skýringar á einu eða neinu í sambandi við það, þá erum við ekki að taka afstöðu til sölu á þessari eign tilteknu. Og ég held að þetta sé mjög óæskileg þróun sem hefur orðið hérna. Ég er ekkert að segja að þetta sé af einhverju vangá eða eitthvað svoleiðis, en þetta er þróun sem hefur orðið frá því verklagi sem var. Og ef við erum að veita söluheimild til 1 árs í senn fyrir þær eignir sem eru þá til umræðu að selja,
að þá erum við miklu markvissari í þeirri umræðu og gerum þetta á miklu meðvitaðri hátt. Ég ætla nú ekki að fara í það að taka eldra dæmi heldur 2007, en ég gæti auðvitað tekið það annað dæmi úr Skálholti að það bil 1550 þá á Skálholtum 350 jarðir og eignir víða á landinu og í Noregi en þá það þannig að sko þær eignir, það eignasafn álíka margar eignir svona 1750-1800 nema það eru orðnar allt aðrar eignir að mestu leyti. Það eignaskipti en eignasafnið helst ótrúlega traust allar þessar aldir. Það sem varð kirkjunni að mestu tjóni þá, ég ekki að líka þessu saman núna með sölu heimild til 4 ára á 15 eignum, en það sem var kirkjunni til tjóns þá var þeirra lénsfyrirkomulagi féll í Evrópu á 18. öld og Skálholt eins og öðrum lénsherrum eða lénsveldum var uppálagt að selja allar eignir sína sem voru ekki með sjálfum með búskap á strax, og það voru 350 jarðir á útsölu ofan í Skaftárelda og hörmungar á Íslandi og mannfækkun og mannfelli, og Steingrímur Jónsson biskup Íslands, einn af þeim fyrstu, að hann einmitt tók þetta fyrir og hann fór yfir það hvað við hefðum fengið mikið út úr sölinni ef Skálholt hefði til dæmis bara fengið að selja þetta á 30 árum en ekki á örfáum. Og ég tek þetta bara sem dæmi úr sögunni af því að þetta vitum við og þetta þekkjum við. Og ég tel ekki mér finnst vera mjög fín umræða annars vegar jarðirnar og svo hins vegar þetta atriði að selja tiltekna fasteignir, húseignir. Það auðvitað ekkert að því að fara í það ef menn eru til dæmis að skipta eignir. Það getur verið töluverð hagræðing í því fyrir kirkjuna. En nú liggur ekki fyrir nein tillaga breytingar varðandi til dæmis biskupssetrið og biskupsgarð í Reykjavík. Og það þannig að það uppálagt að biskup hafi aðsetur í Reykjavík, en það var þannig allavega í lögum og þetta svona í hefðinni okkar, en það ekkert sem segir að þurfi akkurat að vera þetta hús og það hafi orðið töluvert mikla sögu. Einu sinni var það Gimli, en það þannig að við þurfum að hafa þarna sveigjanleika, en ég held við náum bestum árangri ef við höfum svona venjulegar hefðbundnar aðferði við þetta og þetta verður bara fastur liður á kirkjuþingi að það veitt söluheimild til 1 árs í senn fyrir einhverja örfáar eignir og við verðum íhaldssöm og við ætlum að eiga þessar eignir eins lengi og við getum og ef við erum menn til að halda þeim við. En ég ákvað að vera ekki að taka fleiri sögudæmi þetta, en ég vildi aðeins svona minna á það að við erum ekki að gera neitt nýtt, en við gætum gert kannski sömu mistök og hafa verið gerð áður í sögunni. Takk fyrir þetta. Til máls tekur Magnús Erlingsson og síðan Stefán Magnússon í annað sinn og svo skulum við athuga með Þuríði hvernig það verður. Til að selja og græða í eitt skipti fyrir öll. En ég held við þurfum að hugsa þetta. Við þurfum líka að velta því fyrir okkur, það eðlilegt að nefndin gerir það. Við ákváðum hins vegar að hafa, og það með vilja gert, meðal annars eins og ég var að gefa skýringu á hvað jarðirnar eru, að hafa 4 ár vegna þess að lengra getum við ekki ákveða skiljiði, af því að það bara kjörtímabilið. Kirkjuþing getur ekki farið að ákveða hér fyrir næstu kirkjuþing langt fram í tímann. Til þess að ég myndi að fá umræðu það, hvernig viljum við hafa þetta? Viljum við hafa þetta hverju einasta ári? Viljum við hafa þetta 2 ára, til 3 ára eða 4 ára? Það svona nokkurn veginn möguleikaður okkar. Þannig að við ákvæðum þetta og þetta þarf bara að fara í umræðu og velta fyrir sér hvað er hagkvæmast í þessu. Ég get nefnt dæmi af því að það var nefnt hérna áðan að sums staðar hafa prestbústaðir verið nýttir meðal annars til þess að ígildi safnaðarheimila og það meðal annars ástæðan fyrir því að ein jörðin búin að vera töluvert mikið til skoðunar hjá okkur og við höfum átt fundi með sóknarnefndinni, það Skeggjastaðir. Skeggjastaðir eru sem ekki nýir á listanum, þetta búin að vera áður.
og við héldum fundi með sóknarnefndinni af þeirri einföldu ástæðu að við höfum fengið upplýsingar það að söfnurinn hefur haft aðstöðu í bústaðnum. Það eru að safnaðir heimili verið hluta kjallarann og þess vegna var það alls ekki einfalt málið ef ætti að fara að selja. Það þarf að selja með alls konar kvöðum ef það var að velta því fyrir sér. Þannig að það var meðal annars rætt vegna þess að það kom fram ósk frá sveitarfélaginu umræður og það búið að eiga viðræðum, það engin niðurstaða komin í eitt eða neitt þar. Þannig að þarna mál sem að við, og enginn held ég að sjá, og allir sjá sem það ekki hægt að ákveða bara 1, 2 og 3. Heldur þarf þetta eitthvað ferli og það þarf að koma þessu í réttan farveg. Við höfum líka velt fyrir okkur þar af því að jörðin staðsett þannig að hinn frægu markaðslögmál sitja hana kannski í verðminni flokk heldur en margar aðrar jarðir og þess vegna höfum við verið að velta fyrir okkur þar. Kemur til greina að vera með skógrækt, kemur til greina að vera með votlendi eða á þarna sem hugsanlegt að rækta upp. Skiljið, allt þetta til skoðunar. Þannig að það enn og einu sinni ekki verið að hafa þennan lista til þess að það eigi eða segja að það eigi að selja en hafa möguleikar opinn og ég vek aftur athygli og ég held að það sé mikilvægt að menn átti sig á því að skýrslan sem að var samþykkt af kirkjuþingi, hún liggur fyrir og mér það mjög minnistætt að þegar að mælt var fyrir álitinu þá voru menn mjög áfjögur í því að koma því á framfæri að þetta mætti ekki vera eins og margar aðrar skýrslu bara í skúfu. Þess vegna hefur verið náð í þetta skjal reglulega til þess að vekja athygli á því, til þess að halda þessu lifandi. En enn og aftur, þetta ekki heilagur listi. Hann þarf að fara að sjálfsögðu í eðlilega meðferð og vera skoðaður og það bæði tímalengdin, eignirnar og fyrirkomulagið. Allt þetta þarf að vera opið til umræðu en enn og ný treystum við því það ekki að við komumst að sem bestri niðurstöðu. Þar sem að Þuríður komin í sæmilegt samband núna þá ætla ég að leyfa henni að taka til máls en að biðja henni jafnframt að vera mjög stuttorða því að það verið að búið að bíða í klukkutíma með kaffi og það náttúrulega ekki velfarið með starfsmenn sem að þurfa að sinna því. En þá tekur Þuríður Björg við, gjör svo vel. Forseti, þetta fyrirkomulag náttúrulega ekki hægt Ég veit til dæmis ekkert núna hvort einhver heyrir í mér. Við erum búin að vera að greiða atkvæði með málum löngu eftir að búið að afgreiða þau þannig að það þarf að laga þetta. Ég ætla að biðja það. En það sem mér langaði til þess að benda á að þegar við vorum að vinna í þessari skýrslu, í þessari fasteignanefnd fyrir 2 árum síðan, að þá var fjárhagsstaða þjóðkirkjunnar gjörólík því sem hún í dag. Þá var alveg gríðarleg krafa hagræðingu frá þinginu og þess vegna reyndum við eins og við gátum að finna einhverjar leiðir til þess að hagræða á fasteignasviðinu og það var ekki auðvelt verk fyrir fólk sem vill helst ekki selja neitt. En nú staðan allt önnur og nú þurfum við að setja púður í að viðhalda þessum eignum sem við eigum. Og ef við getum það ekki þá kannski hugmynd að selja þær og kaupa aðrar eins og Stefán stakk upp á áðan til dæmis. Það eru í einhverjum tilvikum laust. En við þurfum ekki að selja neitt eins og staðan núna af því staðan allt önnur og ég held við ættum ekki að gera það nema í bara þeim örfáu tilfellum sem við einhvern veginn neyðumst til þess. En mér langaði líka að benda á að þingsályktunin við skýrslu fasteignanefndarinnar sem birt var á kirkjuþinginu í fyrra var þessi: Kirkjuþing 2021-22 ályktar að fasteignasviði verði falið að afla frekari upplýsingar þær eignir sem þar eru tilgreindar, svo sem ástand, viðhaldsþörf, rekstrakostnað, tekjur af eigninni og áætlað söluverðira eigna og þetta verði gert í samráði við fjárhagsnefnd kirkjuþings. Og mér langaði bara að spyrja, hefur þetta verið gert og fáum við að sjá þessar niðurstöður því ég held að það væri mjög gott fyrir okkur og nauðsynlegt að hafa þessar upplýsingar þegar við erum að taka fyrir svona mál. Takk fyrir, ég ætla ekki að hafa af kaffið alveg. Þakkaði fyrir Þuríður. Þetta greinilega þarf að vera betra netsamband, það alveg ljóst, en þá fyrri umræðu lokið 12. mál þeir sem geta samþykkt það að máli fari til annarar umræðu, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, þeir sem geta samþykkt að máli fari til fjárhagsnefndar, gjör svo vel að gefa merki.
Takk fyrir ykkur á móti því. Það er samþykkt með flestum greiddum atkvæðum. Þá er komið að lokum þessa 7. fundar í dag. Nú verður gert kaffihlé og nefndirnar taka svo til starfa. Við munum svo byrja á morgun klukkan 9 og segi ég þá þessum 7. fundi slitið og ég bara ætla að klingja bjöllunni. Það kemur í ljós rétt á, ég ætla bara að slíta þessum fundi. Ragnhildur Benediktsdóttir mun fara yfir það hvar nefndirnar hittast.